Föstudagurinn 14. mars og árið 2025 og FN 95 blöður hafi göngu sína ekki fyrsta sinn og vonandi ekki í síðasta sinn hér á FM. Aldrei veit maður, það er búið að skipta yfir mann, kannski plöturinn að fara að reyka okkur Plötuvelin, við erum allavega mættir eins og og drengir, ég ætla að byrja á þér Egil, hvernig erstu? Ég er bara ekki verið betri. Það er gott að heyra. Svo nýr. Já, ég er að blekja svo nýr. En Steindi, hvernig erstu? Ég er bara geggjaður. Ég er bara í góðum gýr. Það er ekki svo nýr. Jú, bara blöð ekki svo nýr. Já, þið náttúrulega voruð erlendis. Nei, það er ekkert út af því, ég er bara svo kvefaður. Já. Mér líður þannig, ef ég var að vinna einhver annari vinnu þá hefði ég ekki verið mættur í dag. Hvað segir, þú værir í vórð? Já, bara ég var að vinna einhvers annar staðar, þá hefði ég ekki mætt í dag. Hvað, jú? Af því að ég ekki eins og þetta feika röddina þegar ég hringdi inn bara, hörru, í morgun. Það var eins og ég væri bara svona, ég er helviti slappur. Ég gæti alltaf að tala, ég bara, þetta er vesen. Útvarpið og svo veislustýri. Ég meina, ef þú hefði verið til dæmis, segjum að verið Björki Tór, þú verður alveg mætt í dag. Já, ok, Vurtblöð hefði ekki mætt. Það ert ekki með 2 borgaða veikindaga hérna á sín? Já, ég held bara ég hef ekki tekið einasta sem ég byrjaði. Víta þá, King of Queens heima og slakaði þess á. Það var reynd veisla. King of Queens bara og leggja við rúmi núna. Doug og Arthur og Doug Heffernan. Já, það er kongur maður. Það er minn maður Doug Heffernan. Ég hef ekki skít fyrir það en ég skammast mér nekkert fyrir hann. Sko, máli er að þessi þættir er allt í lagi, sko. Þeir eru miklu meira. Ég veit það, en máli er að það séu uppáhalds og bestu þættinir, það var alltaf sem var skrifið. Það er aldrei sagt, bestu þættir mínum mati allra tíma eru Peaky Blinders. Þannig en það sem ég hef alltaf sagt með Doug Heffernan, það er ekki þægilega heldur að setja hann bara á og hafa bara undir. Já, líka Two and a Half Men. Já, ég veit aldrei dóttir eitthvað hefði í það. Það er ekki að Charlie Sheen er svo fokkin fyndin hana. Ég var að sjá okkur kvót með honum á TikTok eða Reels eða eitthvað. Ég dætt bara aldrei inn í þetta fullu. Ég man eftir intrónu það bam bam bam. Taktu reynsli á þessu. Charlie Sheen er bara einhver besti komedileikari sem bara mátt. Já, ég meina, þú veist, þú þarft ekki að hóra bara Hot Shot 1 og 2 til að vita að hann er fyndin. Hot Shots og hvað heit Naked Gun. Það ger ekki svona komedi lengur. Það er bara vinnið búið. Já, Airplane og Top Secret og þessar gömlu mynd UHF með Víldal Jenkovic var líka ekki undir það. Nei, hún var geggjuð sko. Ég er ekki að ég veit alveg ég man ekki eins og hún var rosaleg sko. Eina sem ég hef ekki séð en auðvitað lítur þetta illa út að maður sé hálf veikur eftir ferð til Bretland svo fer náttúrulega bara hún reyfi ekki svona í sko. Við tjöfum aldrei á kvöldin. Bara sötruðum manni við daginn, bettuðum að hesta, töpuðum cash. Það fæ ég eitthvað skýrslu að því að ég er búin að tala um báðum þessar ferð því neyti að tala um það. Það er bara mátt fá allt, hvernig skýrslu viltu. Byrjum að fara Old Trafford, fengum 1-1. United eiginlega bara óhefnir við vinni gæstinnar. Vorum buga. Fengum fínasta leik. Maður vissi, við erum búin að vera með lóðrétt. Svo stígu upp í þessu leikjum og búkinn gaf okkur 5.50 hann á United hann á þessu leik. Akkur tóku ekki bara jættefli? Orðin á þannig að Egill stökk í fangjöfum hann í loka færinu því að hafa með svona smá uppað þarna á leiknum sem verður auðvitað. Þetta haulund rusl. Það má fara vilt þú taka hann? Þessi betur veit ekki hver haulund er en við viljum ekki fá hann í Newcastle alls ekki hann að klúra döður. En þú veist ok, við áttum að vinna leik, drullum, fórum að betta á hesta í Cheltenham. Þetta er bara eitthvað, þetta verður árlegt hjá mér núna að mæla til Cheltenham að veðja á hesta. Þetta er, ég var komin heim þarna. Ég er ekki grínast. Ákveður var ég að kynnast heimili mínu svona seint. Og til að útskýra kannski bara þeir fólk sem er að hlusta á hvernig það virkar hana. Þetta eru 7 hlaup, það er cirka 40 mínútur á milli þeirra og þú hefur 40 mínútur að veðja hugsa hvað hest ætlar að fara á og þá situr þú bara að fara að borða, farið beer. Það var einn snillingur á það sem sagði við mig þetta er fullkominn dagdryggja, það var einhver breti hann sagði bara því að líður alltaf 35 mínútur á milli hérna hesta sem er 2-3 bjórar svo er þetta 7 reis, hann sagði bara þetta er alltaf, ef þú ert hvað sagði hann, if you're a man, þá er þetta 7 if you're a man, þá er þetta 7 bjórar if you're a real man, þá er þetta 14 hann var að meina bara þú hefur alltaf tíma til að klára bjórinn fyrir næsta reis og líka þú veist þetta er bara þarna vorum við komið óundibúnir. Þannig við vorum að velja hesta bara på nöfn sem okkur var töff. Þetta er töff nafn, setjum á hann.
Það var einn hestur að það sé Stone Lover sem myndi á þig, hann við veðjum vel á hann. Er það ekki? Jú. Ég Púðursíkurs bræður Gauti og Björn Bragi komu í blöggastið með úrúti. Já, ég hlusta á þáttina. Þátturinn skemmtilegur og hann, Björn Bragi var að spyrja hvenær þið ætlaði að fara að veðja á okkur að hanaslægi. Já, það er dýra. Það er alltaf að koma með, þú veist, dýrast lást, og það er degrað með þessa hesta át úti, Þetta eru, hestanir eru alveg celebrity, Þeir eru stjörnunum. Já, og það líka að koma hesturinn hjá Hjöppa reyndar Hjöppi var með Winning Horse. Hann hefði ekki að bakka Já, hann bara, eftir þægilegasta skokk ævi sinnar hoppaði yfir eitthvað grindverk, hrundið niður. Það var alveg skellur, En þetta er eitthvað sem að þú myndir dýrka, Steindi, að taka tjaldina. Út af því líka, að skemmtilega veit er að þú klárar eitt reis, svo ferðu bara inn og færðið beer og hefur 40 mínútur í næsta. En þetta fara svona chillin á milli. Slappar af, hittir the bookie þarna í horninu. Buddan kvartaði saman, en entertainment wise þetta er eins og með allgamt. Þú vorst að búin ákvæða tilbúin að tappa. Já, ég var ekki búin ákvæða það, hann var í labbaði þannig. Ég fór yfir limitið mitt, ég verði að veikina það. Við vorum á aðeins og æspur í lokin. Vann enginn á það? Nei. En ég vann samt af okkur, ég held að 2 bett. Það döttu 2 bett hjá mér, já. Svo er þetta bara eins og í lífinu, leiðu að dettu bett og þá var hann helviti agressív fyrir næsta. Það er að heldur bæta, það var vel tannlaus sem var afgjörð og alltaf að setja bettin. Það var heimilislegt. En sem betur fer, að því að eins og þú sagðir, þetta var ekki alvöru keisluferð. Bara sem betur fer var maður ekki ofurölvi þar, af því að hún gerði alltaf mistök. Þú spottaði það, ég hef aldrei spott. Ég segi bara aldrei það sem ég bað Ég segi bara eitthvað, fæði eitthvað seðil, ég hef ekki svona lesi á það. Þú ert það gáðar að lesa á seðlan. Hún sagði bettaður og gerði hún eitthvað. Fekk vittlust alltaf. Já, og svo bara, að þú getur bettað einhver hestur vinni. Þú getur bettað til að segja þessi hestur verið fyrsta og þessi verið öðru. Og svo getur líka sagt bara, til að segja þessi hestur to place, og þá þarf hann að lenda í topp 3 sætum. Og þá stendur alltaf fyrir ofan place og svo hesturinn. Og ég hef búin að gera það nokkuð sem og kom aldrei. Og svo bara í 3. sinn sagði hann bara, I don't know what's wrong with me today, honey. Ég bara, já, hvað er í gangi? Ertu drukknar en ég? Það var alltaf mistök á öllum seðlum hún gerði. Þú veist að það eigðunum og komið nýjan. Tók manneskja, sant? Ferguson líklega ekki að díla við þetta. Við vorum í ódýru lounge hérna, Já, samt ekki ódýru. Það var reyndar geðveikt samt. Það var flott, Sástu að hestur hans Ferguson vann, ég held að sé að glaðan mann á æfum minni. Hann vann í gær og hefði við verið á því reysi vita að þetta verið hesturinn hans Alex Ferguson. Það hefði The Farm farið undir. Ég hefði sett alla sveitin. Mér er líklegt að við förum hann aftur til ár. Þetta er svona festival sem þið fórum Tomorrowland. Það fór aftur. Þetta svipað þannig held ég. Já, þetta er komið í kalendarinn. Hvað græður á því að eiga hest? Þetta er aðla passion project en svo er þetta bara, þú veist, þetta er alltaf cash cow með góðan hest sem vinnur hlaup. Ef þú vinnur hest, ef hesturinn þinn vinnur, þá fær þú prósentur af öllu eða? Nei, þetta er ykkur 10 miljóna sem færið ef hesturinn vinnur Þetta er bara eins og þú ættir Cristiano Ronaldo. Getur ímyndað hvað þú væri búin að gera það mikið. Þú ættir bara hann. Þetta er svo 8 besta hestinn. Það er alvöru cash í því. Hvernig færðu cashið? Bara eins og vinnur. Bara sponsor. Af því að þú fær prósentur af öllum sem betta á hann. Nei, bara það er vinningsfé fyrir hvert Já, ég skil. En hvernig, þú þarft vantilega að fara í gegnum eitthvað svaka dæmi til að fá hestin í þessa deild. Hann var bara góður. Það var öflugur, Þetta var að komast hann inn. Akkur kaupið þið ekki bara hest og þjálfuð hann upp? Ég spurði með þessu, af hverju get ég ekki á Íslandi? Þú get ekki farið hérna, við Íslandingar elskum hesta. Áhverju get ekki bett á hesta hérna? Hvaða trúður að banna það hér? Það var ekki Sigurbjörn Barðavann, ekki íþróttamar ársins 2 ári í röð. Ég bara bett á hestin hans. Það er helviti þægilegu stöðu. Áhverju erum við ekki með þetta hérna? Eðlilega leðið land, Samt það yrði aldrei eins. Það sem var svo geggja við Ég var með hægari hesta, Það eru svona litlir og þippir, Svo líka bara svo rakilega að segja bara hvað, okkur að klæða ykkur upp. Það voru allir dressaður upp eins og við. Það voru allir að með sixpence, það allir í jakkafötum. Það er svo mikið stemning sem fylgir svona. En ef þú þetta væri einn á Íslandi, þá væri bara allir í joggingalegi ykkur reyðflokk. Þú getur ekki haft þetta úti eins og í Bretlandi. Ég fór á hestamannamóti Þú renna verið einn úti núna. Ég fór á hestamannamóti á síðan tíma mestættisklöp. Þetta var ekki að klæddi svona, Og þú veist, það er að tala um þegar þú verið grít. Já, þú veist, konar hérna sem voru, og allir gæðina voru svo píkiblændi með sixpence og ykkur geðu ykkur jakkafötum. Konar voru með svona stóra hatta með ykkur blómum í svona svo. Þetta var eins og voru komin 70 ára aftur í tíma. Það var geðveikt lúkka öllum.
Það var engin, sást engan ykkur joggingarlega eins og að clown. Og Bretinn sem að mætir á Cheltenham Races, það er ekki sami Bretið og finnur á Tenerife eða á Benidorm. Nei, þetta var annar Breti. Þetta er svo fyrsti kyrinn Bretinn og hann er helviti skemmtilegu sko. Djöfull voruð fyndin. Benidorm Bretinn var ekki það sko. Benidorm Bretinn er náttúrulega. Nei, það er alvöru auming. Nei, þá er ég að tala þessa hópa sem ég fór á Benidorm bara síðan sumar og þeir hella ekki að dem time þar. Ég er ekki alveg allir Benidorm svo aumingjar, en þú veist hvað típur ég er að tala. Ég veit að þetta var sem við Íslendingar brotni líka. Það verður bara viðurkennast. Þetta er ykkur cash hátíð hérna að Cheltenham. Ég lofaði því að það er fullt af fólki á tenni núna sem hugsa það getur mikið verið alls múrandi Íslendingum. Við erum brotni nýði Bretinn sko. Ætli það ekki? Það er bara Ég held að það sé alveg fyrir löngu. Já, það er dottið inn. Ég ætla að halda frá að mæta samt. Lóna ég pyrri ykkur í liðinni. Herra, svo er þetta risa helgidrengir. King Richard, hann var fertur í gæðis. Ricky G, fertugsaman á morgun. Það er rosalega. Það er stórt. 40 ára, maður aldrei litið betur út kallinn. Nei, bara eins og nýr. Já. Hann lítur vel út. Hann ekki með daginn, Richie. Hann er flottur. Til hamingju. Hann er potið að hlusta þó hann sé ekki lengur yfirmaður okkar. Já, innilega til hamingju. Nú getur við sagt að við viljum, maður getur ekki reykja. Hlakka til að skála við hann á morgun. Já, það verður alveg partí á Rikka. Svo er þetta líka sko, kallast þetta St. Patrick's helgi? Nei, sko St. Patrick's Day er á mánudaginn. St. Patrick's Day er alltaf 17. Og það er alltaf 17. maður sama hvað dagur það er. Og ef hann hittir á mánudaginn, þá er þetta svolítið helgin. Þú veist, að því að núna er bara helgi og það var einhverju Guinnessar já, sko, ég veit að Guinnessin er náttúrulega bara flæðandi. Þetta er St. Patrick's Day og ég veit að það eru sko margir skemmtistæðir með happy hour og úr en haldið að verði einhverju niður í bæ á mánuði. En er Íslandingar ef þú fer til New York þá er bara tróðfullt. Ég held það, já. En er Íslandingar að taka þátt í þessu, eru allir klæddir ykkur grænu og alveg farnir. Það hlýtur að styttast í það. Við erum byrjað að taka Valentine's Day, við erum búin að taka Halloween. Mér hefur alltaf fundist bara að ef það er eitthvað stemningsdagsetning, þetta er stemning, St. Patrick's Day, mætir út í með græna lúkinu og með fjórablaðasmáran og allt þetta írska stöf. Ég segi bara let's go sko. Þetta er sama, þú ert komið nýjan dag fyrir okkur Íslendingar með Ritskegstæðin í október. Ég er að reyna að vinna í honum og hann er bara að stækka. Hann er alltaf að stækka. Já, hitt á laugardegi síðast. Já, hann er alltaf á sama degi. Þannig að þú veist, ef það eru stemningsdagar út í heimi, við erum að taka þá inn strax og gera mikið úr þeim. Því að, ég meina, hvaða áhrif hefur það á fólk að það séu stemningsdagar? Er það ekki bara góð það? Er það vond áhrif? Þannig að menn eru bara að þamba Guinness helgina. Einhver verður salan þar með. Það er bara 100%. En ég meina og Æris, verður sko, hvernig er þetta að komast þar inn bara helgina? Það verður erfitt. En eins og með bara Halloween töfnasendæmi, það er bandarísk hefð. Þetta er ísk hefð. Er þetta ekki íst það? Jú, þetta er rísa í Bandaríkjunum. Já, þetta er stórt í Bandaríkjunum. En eins og Halloween, auðvitað, við áttum að taka þetta miklu fyrr. Og núna málega, hann má ekki gleyma því að Halloween er rétt að byrja. Núna er þetta rétt svo orðið þannig að fullorðna fólki er komið í búningana með krökkunum og það er gaman. Það er byrjað að labba á milli húsa. Já, búið að setja ljós fyrir utan húsin sem er að gefa nammi eða grasskeri og allt þetta. Ímyndaður þegar göturnar verða skreittar. Þegar heilu götur og labba bara inn í Horror Street. Elm Street, skilur. Þú veist, það spólaði 10 ára fram með tíman. Getur ekki treyst veðrið eða veistu hvernig ég var að sjá labbaðirna frammi? Páli Pálsson fasteignarsali. Páll Pálsson Celebrity fasteignarsali labbaði hérna frammi. Hver er það? Vantar leiðin í spjall og bylgjunni. Ég er ekki alveg svona hverju þetta er. Hennu heldur hverju þetta er. Páll Pálsson? Páli Pálsson? Já. Þannig er hann, kongurinn. Við vingum hann bara. Þetta er minn besti maður. Já, býtu, er þetta gæðin sem er alltaf með fyndna klippur, hlaupand að selja allt og þetta er bara, þetta er celebrity fasteignarsali. Nei, sem er með vídjón yfirleitt hann er geggjaður. Þegar þú hlustar á bylgjunni, það var að velta steinum um fasteignamarkaðinn, þá er það 95 tilvika Páli Pálsson sem er greinilega leið að fara að velta steinum að það hinum með ég ætla að hlusta á það á eftir. Þannig að hann er greinilega á sama lista og Sannþór Einarsson og Snorri og fleiri. Ég gaf topp 5 lista daginn og Páli Pálsson var þar og Svanþór var auðvitað þar og það slegist að komast á toppi. Við gefum út árlega, þannig að það er árið ég gef út topp 5 aftur. Við skal fara eitthvað við þátt ekki. Við erum með brandarhótti á pappaðinum Steindi. Hann er búin að senda. Ég held að hann hefði sendt. Þetta með þið gróður eins og síðast. Ég veit það ekki. Ég er ekkert að tala um þetta við hann. Ég bið alltaf bara hæ eftir með nokkra. Ég veit ekki hvort þið verður grófur ekki og þeir eru, ég er ekki með að hlusta á það, þannig að við förum bara blind í það félagarnir. Þetta er eiginlega að verða einn af mínum uppáhaldsliðum hérna í FNÍ. Hann slæðir á léttastrengi, það er staðfest. Hann má eiga það, við erum með spurningkeppni Gilsarans, hvað eru við með í dag Egill? Við náðum ekki að klára þetta síðast. Já, þetta er King of Tits. Það er svakalegt. Það er ekki dýst að vera eitthvað
Ekki eins og verið að reyna að fela Þetta verður alltaf óþægilegt. Þetta það bara. Ég held ekki. Jú, þetta óþægilegt. Sko, titillin óþægilegur. Það er orðið helviti lítið eftir hjá þér Egill, þetta er komið King of Tits. Það verður bara viðurkennast. Hvað þá næst? King of Ass. Það er að geðu kjarni King of Ass. Það er að fara næst í það. Þetta er bara orðið svo Þetta er svo svakalega King of Ass er alltaf að vera að koma inn sko. Já Það er einhvern veginn að lækka standardin hérna. Ég held að það var ekki hægt Það eru margir að skipta stöð núna. Ég þegar að Póli Pólsen er komin Velkast einu með fastanarmarkaði Sko fyrir utan það að Egill er sko að bara biðja fólk að hlusta fastanarmarkaðin á bylgjunni. Það var líka að fara að hendi King of Tits. Þannig að við erum enga hlustun í dag. Everything goes bara. Það verður ekki King of Tits hinn með á bylgjunni. Já, neina. En það er ekki heldur stundlega staðrindi þar og það er virtur og góður dagskrárliður sem þess við að býða eftir. Við erum með risa gest sem er á leiðinni, Sigurjón Kjartason. Það er legend alert þar. Tvíhöfði fósbræður, góðsögn. Hann er í guðatölu hjá okkur. Það er svolítið þannig og svo erum við líka með þekki eða ekki drengir. Ég náði að hendi það og fekk aðstof frá fólki á Instagram. Þannig að ég náði að hnoða í gott ekki. Ég ætla að henda Sigurjón eftir í kortmyndur freka líka. Ok, fíla. Þú múin að segja mig að ég og Egill að fara að svara líka. Nei, ég langaði bara að henda svo hann. Þetta eru spurningar sem ég langar að vita. Já, I like it. Þetta er ekki drugg, nema það er reyndar ein spurning sem tengist njálgi, en hinar eru venjulegar. Hann kannski keyrir yfir heiðina núna og getur bara undirbúa sig. En mér langar að vita þetta allt. Já. Bara í alvörunni. Ég fíla það. Þetta er allt saman. Við fórum 10 það. Er þetta ekki annars bara 3 í gýr, drengir? Jú, herru, drengir, ég líf mitt er búið að breytast núna undanfari. Til eins betra. Okkur. Af því að þið vita að ég er gamer. Já, svo mjög slagur gamer, jú. Gamer. Þú veist að, herru, alltaf því ég tala um að ég sé gamer eða tala um einhverja leiki að gera eitthvað svona þá þarf þetta alltaf að henda sinn. Ég held að fólk sé fyrir að ná því að ég er ekki geggjaður gamer. Það er ekki bara því að við erum að hitta alvöru gamer sem vilja meina að við setja ekkert eðlilega slagur. Já, sko, máli er að þetta er sant. Ég ætla samt að bæta inn við þarna. Ég er slagur, ég er búin að segja það, ég viðurkenni það. Ég hef ekki tíman sem að aðrir hafa í þetta. Þú veist, þú ert að keppa ykkur töluleikjum. Þú ert að keppa bara ykkur úlingar sem fara heim til skóla og spila í 12 tíma á dag, sko. Veistu hvað ég er að fatta? Steindi er og sko þetta gerist í Svíþjóð hjá mér. Það gerist í Bandaríkjunum. Það gerist á Króknum. Ég held að slagur gamer þar? Nei, ég held að viti allir hvað ég er að tala um sem hafa stunda íþróttir. Steindi kemur í flottasta gallanum og flottustu takkaskónum en er langlélegast. Það situr heima hjá sér í einhverju höll að spila með rosalega aðstöðu en getur ekki raskat. Það er ekki rétt. Svo eru bara menn í einhverju hræjóturum takkaskóum 10 sinni betri. Ég get sagt þér það. Það er ekkert nóg enga bara peningi. Ég var aldrei í flottustu græjónum því ég var að æfa fótbolta. Nei, ég er að tala um núna þegar þú ert að geima. Ég veit ekki hver heldur að hafi alveg upp eða bara foreldrar Rikka Ríka. Þú sem geimir. Ég er bara Rikka Ríka, Richie. Hann getur ekki. Nei, ekki hann. En ég er sko það sem ég er að segja ég er ekki besti gamerinn en það hef ég ekki það mikið tíma til að stunda gaming. Þú er búin að dissa svolítið your gaming friends. Hætti með rauðvin og klaka. Já, það getur nú vel verið að segja hvað gerast þar líka en ég veit að ég kemur sinna en það sem er langað að segja við ykkur er að ég kom með fellow gamer á heimilið. Eldri dóttir mín sem er 10 ára gömul. Hún er gamer? Hún er gamer, hún er að spila Roblox og spila alls konar. En þú veit ekki, er maður gamer og að spila Roblox? Okay. Já, en málega er að Roblox Það er ekki bara krakkið út í Roblox. Jú, hún er krakki, hún er 10 ára. Þeir eru að targeta samt núna úlingarna sko. Já, en hún er 10 ára gömul. Þau spila Roblox mjög mikið og nú er þetta þannig að hún er sko fekk gömlu töluna PlayStation 4 og þannig að ég er frammi hún er í herbyggi og við erum með headset og við erum saman, við erum núna gaming together. Það er þetta rándýrt. Það er rosalegt. Erst þú í Roblox líka? Nei, við vorum að byrja núna, nú vorum við að koma. Ekki vera einn með krökkunum í Roblox. Það gengur ekki. Ég er búin að spila Roblox með dóttir minni í 5 ár sko. Þú ert þá bara að tala um ykkur að krakka í headsetinu? Nei, ég er með dóttir minni heima að spila. Já, hann er ekki alltaf ykkur aðrið með að keppa á eitthvað? Nei. Jú, þú veit það. Hvað finnur þú? Ef ég er að spila Call of Duty þá er ég að spila með svona 1.000.000 manns en ég er ekki að tala við neitt. Nefnum bara þann sem ég vil tala við. Ég er enginn Ég get útskipta fyrir þig. Ég ætla að þetta væri það bara þú og Nómi og svo þið saman í Roblox og með ykkur krökkum. Nei, þú ert ekki í in-game chati. Þú ert í PlayStation party, skilur það sem þú ert bara með
þeir sem hún vilt vera með og en við erum það er nýr leikur kominn inn sem hún nýbyrjað að spila og við erum að spila núna saman og það er Fortnite þannig að þú veist eins og kvöldin og heyrið mér þá ég að spila bara ég kom með fellow gamer heim I like it það er svakalegt I like it við Ég held að Fortnite bara döður Ég hef ekki heyrt að tala Fortnite svona 6-7 hann er hjúts ennþá Hvað er uppbröðum bjóstu þið? Nei, ég held að Ég sagði að það væri fallegt að það Ég held áfram að tala þetta Ég held að þetta er eitthvað svona, vá, gaman Ég sagði það, fallegt Ég spila Roblox, þannig að féluleikin Og það félaði hann fyrir ykkur leiði Ég er mikið í því Hvað hétt leikurinn sem við fórum eftir í Við spilum Gang Beasts Já, hérna í Arena Það voru að berja sem En leikurinn þann sem allir áttu að reyna að finna hver var svikarinn Among Us Við reyndar þurfum að spila hann aftur Það var drullu skemmtilegt Við þurfum að spila hann aftur Ég pakkaði því konstantið saman Ég er frábær í því Þú var Bríetunum Þetta var Blöðarinn Gilsarinn, Bríett, Sveppi, Anna Svava Það var alvöru line-up að spila Among Us Bara ljúa og svíkja fólk Já Það er bara unnu því það Það styttist heldur betur í höllina og sko það er allt að gerast Það kemur rísa tilkynning núna bæði í apríl og það kemur ennþá stærri í byrjun Það er alltaf 2 tilkynningar eftir Já, rándýrar og við erum að tala að það eru 2 mánuðir í þetta Ef þú er ekki búin að tryggja ykkur með að fara inn á tix.is núna og tryggja ykkur með því að við lofum ykkur að það verður að skipulegja alla höllin og þetta verður stærsta partí og besta partí sem þið farið í á æna Við erum að vinna í þessu okkur einasta helviti stegi núna Já, og svo maður líka taka fram að þetta er ekki í beint höllinni, þetta er í nýju höllinni Þetta er í frjálsjötu höllinni Þetta er í stóru höllinni En það verður opið í báðar sem er skemmtileg koncept Já, þannig að basically Þú getur fara á bar og nennir ekki að byggja barðu vinnu minn Röldur bara í gömlu, nennir ég að geta inn bír Laugardalshöllin verður bar Þetta verður partíð verður í frjálsjötu Sem körfuboltalandslið og handboltalandslið er að keppa landsleiki þar verður bar hjá okkur En ég get lofa ykkur í að þetta lag verður tekið í höllinni og ég held að ég hef bara aldrei verið að peppa þau fyrir að taka neitt lag neinstar og þetta lag í höllinni Tónlistarstöðin FM 957 Það er hann Guð sem er bestur og þá var enginn breyki hann Það er nokkuð nýgir Enginn Nei, hann er hvað Það held ég ekki, hann er langt bestur Hann er frábær og flottastur Hann er svo besti Já, þú minna Hann er svo besti Þegar þú varst að þú afiðinn Já, þú erum að segja með lagi Já, þá hvernig var það aftur? Hann var Ég er ekki bara að segja þetta í 10 sem Hvað erstu með? Minni ávið Ángriðs eftir gullfiskur Ég var bara alltaf til að heyra þessa sögu Hann í lettan með vindilinn Amma hérna alveg hissa yfir þessu öllu og hann með korugt, hann var bara ánægð með lagið og það er ég líka Þetta er stemmingslag og þetta verður tekið í höllinni Það er klárt 31. mæ Með kórnum maður og fjallabræðin mættir og allt að gera Ég mun líklega Sko ég er að reyna að fá það í gegn að ég verði svífandi hann eins og engill í vír Það verður rándýrt Það verður gaman að þetta Það vil leysa það Þú ætti samt eða að vera niðri bara í einhver svona eld því að Nú, akkur Þú trúir ekki Nú, hvað, akkur segir þú það? Því að þú hefur sagt á nokkru sem ég svo þetta Já, hvað mennur, ég segi alls konar sem þáttum Hvað heldur að ég sé bara sammála því sem ég sagði í gæri? Hann er búin að taka tilbaka Ég hef oft sagt það við, það er barnalegt að haldi í einhverja skoðun Ég myndi að enginn myndi breytum skoðun aldrei og er það ekki skrítið? Það væri vesen Það væri mjög fyrir þetta, þannig að kannski er ég bara mjög strangtrúar þetta Þannig að þú veist ekkert um það Hvað er það er? Nei, ég er bara Já, kannski er þetta bara Já, til ég geta hóta djónu djöflinu Myndur þú selja samðinablöð fyrir 500.000? Það er að, veistu það Ég var spurður daginn hvað væri einna uppáhaldsatriðið mitt í F4 blöð og þá myndi ég þetta Nei, það var endur í blöðkastinu og Steindi ætlaði að selja mér sál sín á 250 og hann sagði bara, býtu hvað það er bara að kvitta, þetta er sálinn mín og hérna setja nafnum mynd undir og ég fæ 250 ég bara já og svo hérna eftir þáttir voru að tala þetta bara legal papers, ekki á closet papir sko, þetta er bara fara út í bæ og hitt lögfræðing og stimpla Nei, og allt, ekki einu svona þannig ég hefði bara sett sjálfur upp blaðið bara hér með selja sál mína einu sem bara undirskriftin þín þyrst að vera niðri þú hætti snögglega við það þegar þú sást ég ætlaði að gera þá hætti ég sálðina það er eitthvað óþægilegt en hvað, er einhver upp að sem þú myndir skrifa á blað ég ætla að selja sál mína? Nei, af því ég trúi hann er Jesú maður en ef ég þekki mann sem á ógeðslega mikið pening og myndi segja, herru, ég ætla að borga 50 milljónir að skrifa undir í eigi sálina myndur ekki gera það? Nei, það er oft talað um að
Þú ert ekki að selja neinum, þú ert ekki að selja the devil your soul, þú ert að selja bara einhverjum mann út í bæ, bara einhverjum business kalli sínu. Ég myndi ekki að gera, hvað það fyrir 250.000? Nei, já, en ég bara segja, enginn upp að til? Nei. Að skrifa bara nafnið þetta á blað, bara herru, núna á ég sáliðina, þú skrifar undir og það bara, en það veri bara trilljón. Það bara svona svip, veist, ok, trilljón á selurinn, sko. Þetta líka svona, segjum að væri í ferð með einhverjum svona fullt af moldringum mönnum, myndur þú fara að taka arbegur fyrir það fyrir 5 milljónir? Eða myndur þú hugsa bara með þér, herru, ég nenni ekki að vera hérna eitthvað trollið í hópnum? Ég myndi taka arbegur fyrir 5 milljónir og vera troll í einhverju veiðihóp, sko. Ég myndi ekki hika við það í sekundu af því að trollið ekki á mig þarna, sko. Jú, svolítið, með einhverjum svona kallin sem bara að henda þér eitthvað, herru, við látið þið fá hérna. Ef þú átt svona mikið pening og þú getur bara verið að leika að henda því einhverju arbeiðukefni, fine by me, sko. Ég bara sign me in, það ángríns þannig, sko. Ok, hvað þá upp að með þig að selja sáðina? Hvað meinur þú? Ef þú ert að tala um þetta svona? Ég meina, nú fullt af fólki sem fær eitthvað kling til að auglýsa hinn á þessi fyrirtæki um allt á social media. Það allt annað dæmi. Ég að tala um ef þú situr með hópi sem eru allir töluvert efnaðir en þú og bara þú ert bara í dag. Já, að tala um, það fyrir alltaf eftir hvernig þetta sagt. Það var það sem ég að segja með þig. Það var einhverjum veginn koma með einhverjum fullt af mönnum sem ætti fullt af peningum og segja bara, taktu nú fyrir okkur á mér og móti eigi þetta og tínir þetta upp að ræpa henni og svona, þá maður bara dút, þú ert fáiði en ef það bara á í boði, herru, ég get mætt þarna núna, kert þarna í 40 mínútur og tekið 5 arbegur og tekið 5 milljónir það myndi allir gera en það er kannski hvernig aðstæðan það já, það þannig, það fyrir eftir hvort þú einhversi sé fáið en þess vegna finnst mér líka ástæðan fyrir að voru að bring it up ef ég sæti með einhverjum moldringum manni sem væri bara hver upp aðeins fyrir hérna sáluðina ég myndi ekki gera einstaklingum það hann megi bara eiga sáluðina af því hann bara með einhvern vindil en ef þetta eru kurtið samskipti skilur það verður ógeðslega skrítið nei, þetta var ekki skrítið, þetta væri bara 2 menn bara mættið, fínt klættir mættir á ólífa, bara eina pítsu og bara heyrðu, já, hvað segir þið? Ég væri rosalega til í á mjög friendly hátt að kaupa sálina ok, hvað færi þín á? Sálin? Já Ég spurði þig, sko ég veit að, hún ekki til sölu hjá mér en ég heyri það, hún til sölu hjá þér já, ég meina já, eða þú veist, nei nú ég veit það ekki, myndið þú selja sko að því að þú veist það fyrir alltaf ég meina ok, er það að tala um að þegar þú færir ég var bara að segja við þig 6 feet under að ég hef ekki áhuga að selja hana en heldur að sé þá bara einhver sem eru uppi bara þú slaka þá Biggi keipti sálina sko þá var það í verstafalli bara prinsipmál hjá mér já, þetta er að selja sálu mína sko nei, þetta er prinsipmál bæði og þetta veldur upp að henni sko ég hef ekki miklar ágjör að ég lendi ykkur vesinni þó ég gefi þér eitthvað plagg og ég hann upp á vegg það er bara ekki stemning kemur heim til því nú engin stemning við ætlum að hafa í snúðurdrengir og ég ætla að byrja hérna á 2 legendum það er nýtt par að fæðast í Hollywood og það eru Meryl Streep og Martin Short það er par maður já, Meryl Streep er 75 ára og Martin Short er 74 ára og já, þau eru búin að sjást núna láta vel hvort öðru á Broadway sýningum og öðru og það er svona nánast árið staðfest að þetta sé bara ég get ekki sagt heitasta parið í Hollywood en nýjasta parið já, þetta er Martin Short þetta er ekki bara gaman þegar svona 2 legend koma saman jú, og náttúrulega jú, og gaman að þau hafi bara dottið í gangarna, hvað er, 75 ára gömul og bæði nýkomin á laust hann er 74 hérna, þannig að þú veist, þetta er bara það hefur enginn verið jafn oft tilnæmdu til Óskarsverðlauna á Meryl Streep, það er stjórnlega staðið ég held að þessi 22 var það einu sinni alveg leikuna, en ég meina við peppum þetta, eða ekki? Jú, ég meina, Martin Short er það ekki alveg verið legend líka því að það er ekki að ræða Meryl Streep náttúrulega með alla sína Óskarstilnæmningar en Martin Short, hann er ennþá bara going strong með hérna okkar manni Steve Martin að ferðast öll Bandaríkin með stand-up þetta er pure luck það er finnast aðri sögur frá bíflugastakkan fokk hvað finnir það er góð mynd það var rosalegt við ætlum að fara í næsta slúðurdrengir þetta er svolítið bara sambönd í dag það verður að tala um að Tiger Woods og Vanessa Trump séu byrjuð saman mér finnst þetta nú ekki alveg jafn skemmtilegt nú
Nei, eitthvað, hitt var náttúrulega Tækerinn, ef að bara fórsetið Bandaríkjanna og orðin tengdapappans, það Jú, er stórt þegar þú segir það svona Tækernum, sko Já, ekki Trumparinn er í gólfveilinu, ekki? Jú, og hann er 49 ára og hún er 47 ára Og það er verið að tala um að þau hefur kynst að því að þau að krakka í sama skóla Og þannig það veitir byrja Hann er 49 ára og hún er 79 ára Eða þau krakka í sama skóla Hann er 49 ára og hún er 47 ára Þetta var Vanessa Trump Þetta fyrirverandi eiginkona Donald Trump yngri Þannig? Ég þetta verið dóttir hans Nei, Hæ? Er þetta fyrirverandi? Vanessa Það stendur ekki eins og hérna Sko Býtu, er þetta fyrirverandi eiginkona Trump? Hún er Nei, það fyrirverandi eiginkona Donald Trump yngri Já, það er nú einn og ummingin Sko, ég nema þetta sé Án gríns allt risa miskilningur, sko Einn pappakassi og er þetta semst fyrirverandi hans Sko Já, Þá er þetta ekkert ef að Donald Trump Jr. sem var með henni Mér finnst það einn mestir rævillin bara að núti Það er ekki reyfin honum En Trump gæti samt alveg hafa Þetta gæti alveg verið Ísili verið dóttir hans Hérstu það ekki það? Ég held að þetta væri dóttir Donald Trump Hann er áttræður sko Það myndi alveg ganga upp En við á Egill erum að fara að byrja í golfiblu Það eru stóra fréttir Við erum komnir með mikla pressu Við tókum frá félögum í tjaldina Ég og Hjöppi þurftum að pakka svör og danna saman því miður Já, Hjöppi er drullu góður í golfi, ekki? Já, Hjöppin er rosalegur á púttetnum sko. Já Það er bara þannig Og Hjöppi er bara að kosta mig þessari Já, við sko, það er gaman að vera komin sko, það sem ég verði til að spila golf með Hjöppanum sko, það sem þarf að gerast er að ég þarf að ég á sett, ég á ekki kilvunar ég á pókan og ég á tíma ég á enga tíma ég á enga tíma skrýtnast afmælisgjöf sem ég heist nei, ég á fekk kerruna og pókan og golftíma ég þarf að fara í mælingu fyrir kilvur og svoleiðis ekki sem byrjandi en allavega, ég ætla að fara bara ég ætla að gera þetta rétt frá byrjun eina sem ég fer fram á með sjálfum í þessu er að geta að spila golf á þess að tefja einhvern það er eina ég þarf ekki að vera bara hitta alltaf boltan bara hitta boltan, lappa og ég har engin pirrar á bakum mig það er eina það er ekki skemmtilegum að spila golf en svo er loka slúðrið drengir það er kannski ekki merkilegt og gamalt en þetta var að og er svolítið gamalt en þetta var að koma upp í nýjasta Kardashian þættunum að NBA-leikmaður Chris Humphrey sem að giftist Kim Kardashian það árið 2011 hann heimtaði að fá hringin hennar aftur samt borgaði bara 1,5 í honum og það var eitthvað að rifja þetta upp og hann ég skil ekki, borgaði þau voru gift þau voru að gifta sig, já og þau keftu giftingar ekki og hann borgaði 1,5 í hringnum hennar sem hann gaf henni hún borgaði 4,5 en svo heimtaði hringin aftur að þetta var gjöf frá honum til hennar og Kim Kardashian neitaði að láta hann hafa hann aftur já, ég meina sem að meika það ekki bara pínu sens hún átti meirulutin í hún geti kift hann út úr hringnum bara lagt inn á það kannski verið mest fyrir þessu þetta er svona, ég held að þetta sé ekkert frétt sem að hann nefndi að vera að fá upp núna kallinn skildu fyrir 14 árum og hún var reyfið upp í nýjasta Kardashian þættin þetta er náttúrulega þetta er allt gömul mál sem þessi nýju í gæsalöpum nýju þættir að fjallum eða ekki nei, þetta var bara eitthvað þetta ekki bara þegar hún var á rostinu skilur í fyrra nei, þetta var bara að koma upp, það er þáttur í gangi núna á Hulu með Kardashian fjölskyldunni já, ég veit það, en þú veist, þetta er ekki current nei, þetta er bara sem kom upp í þættinum hún var að töðu það að hann hefði neita, hún var greinlega með hringin eða eitthvað á sér en með svona raunveruleika þeirri, ég er ekki að horfa á þetta heldur en nú er ég að pæla bara, því að Sigrún var að horfa á þetta daginn og þá var þátturinn að Kim Kardashian var að fara í róstið á honum Tom Brady og ég fór að hugsa að þú veist, þetta er svona stóri viðburðir þau eru löngu búnir og það er búið að fjalla þetta svo ógeðslega mikið að vita af allir mann að sjá þetta, búið að horfa á þetta, lesa frétt þetta þau eru að sína þetta þá í þættunum þannig að þetta er orðið svo mikið old news núna, ekki? Já, kannski það fara að sjá samt svona baksvís já, en hefði þetta samt ekki þurft að vera meira bara eitthvað snáðun bara í garðinum og eitthvað vesen það er náttúrulega líka sko. En þetta var pappi minn er pásið ára það slúður bara með Hulu nei, hann er með YouTube en hann finnur svona best of þar sko. Talandum pappans Steinda, við ætlum að fara í auglýsingar og svo er það brandarhótt pappans og þekkið ekki hér strax eftir auglýsingar FM 957 Reppins í Reykjavík, keirurum á Tesla Clubbed Up hér í FM 95 Blöð á FM 957 drengir ég var að hugsa að fara í brandarhótt pappans Steinda en ég er að spá ég að geima það aðeins og fara frekar í
Býtu, hvað okkur þetta ekki hérna núna? Jú, hérna þetta 14 ára Nei, hérna þetta, maður sjá, hérna þetta Þetta er nokkur ár Mörg ár maður Ég að spá í að fara í þetta hér Vá. Þekkið ekki Já Wow Þessu, tók smá tíma að passið headphone-un að það Já, ég Og Rikki eitthvað að spara í Nei, fyrir ekki, Rikki, plöturinn Það er plöturinn tekið við og bara strax svona að spara í headphone Hvor er allar á brentina fyrst? Bara Jón Jónsson og GTRN komin undir Við erum í svo miklum gýr, þú bara stjórnar Ég Hoppa þú bara fram undan, Steindi Ég hoppa fram Já Stittir að fara Það sjá, herðu Ég þakka þeim sem að senda mér Instagram Kellaði fyrir hjálpina í dag Það er allt flæðandi í ruggli hérna fram í sérðu og Það er partí og bjór og Það getur náður í eitt lætar að það Allt að gerast Allir í gýr á sín í dag Já Erst þú tilbúinn, Egil? Já, já Ekki? Já, þú veist, jú Er ég tilbúinn? Þetta Ég hérna- ætla náttúrulega með pennan eitt undir Ok Minnst það, eins og ég segi hvert einskipt sem við förum inn á liðmest Þannig erfiður en ég er samt tilbúinn Skilja besta Ok, fyrsta spurning Ég með það svona Þetta er eina spurningi sem svara fyrir hinn En hver finnst þér mest að fík, Steinda? Nú veistu, mikið í kringubann búin að vera lengi saman Hver finnst þér svona að þú átt að nefna Hvað er hans mest að fík? Ég myndi segja alltaf Ég þarf að hugsa það sko Þetta er alltaf áfengið Nikotínið Kynlífið og gambling og stikkin Og ég tek stikkin tilbaka Og allt hitt líka Ná getur við áfengisvandamál Ég myndi ekki alltaf fíkni á honum Ok Sko En ég er samt ekkert málið með gambling Hann er ekkert held ég Svo harður spilafíkil Nei Ég held að hann er, veist, hann setur ykkur bett og hvað Þegar hann byrjar samt, sko Já, það er kannski ekki í gang í kasínó Hann er svona eins og dísilvél Þegar hann er byrjar Og líklega ekki áfengi þó ég er slá litla strengi þar, sko Það er ekki stikkin heldur Ég myndi halda þetta, veist Ég set nikotínið hann Nikotín Það er búin að ströggla á það heldur lengi Já, þetta er bara ekkert vitlega svar hér Þannig að svona Af öllu sem kom til greina hann Já, þá er það næsta Og þessa fekk ég senda Hver er graðasti vinuðin? Minn? Já Shit Wow Þetta er kannski ekki óþægileg spurning fyrir þig Þetta er óþægilegt fyrir alla vinuðina sem er að hlusta Og hjá Steinda líka Það eru auðvitað nokkri núna sem hafa þess að vera svitna Sko ég Það eru mörg nöfn sem kom í Já, það kom að helviti mörg öfnarnar sko Það er ekki allir sem við voru kannski eitthvað tímann og skrúast niður Það við maður tala um núna, eða ekki? Já, núna Náttúrulega fyrst þessi pop-up þá var Kristján Óli Sigurðsson sjálfsfráarinn Náttúrulega hann flög hérna inn Svo er ég með Ásgeir Kolbeinsson Snorri Björn Sturluson fasteignarsala Leður hans Landakös Petri Jón Sigfússon líka Eðlagraður og svo er það Horny Witch Jamalspanni Þetta er svona Þetta er eitthvað þarna Hvaða nafn verður fyrir valinu? Allir þessir eru spól Shit, þetta er hvað ég Sko, þetta er Ég held bara Ég þurfa að gefa Poker King, Kristján Óli Sigurðssyni þetta Því að ég held veist, allir hinnir eru náttúrulega Eru horny En þeir eiginlega ekki breyk Ok Mér grunar bara, maður sé grunar að Stóni er að fara að giska á þetta Það er samt, ég meina kemur ekkert orðan, það er bara að giska á Kitta Páls og kallar hann Ég glemdi Kitta Glemdi honum í upptalningunni Kynlífsvíkillin og söluföllurinn Kristi Pálsson Hann hafði þetta sjálfsög heima Háða næsta Það vona ekki glemt ykkur fleirum Hvað heldur þú getur tekið margar arbegur? Margar arbegur? Já, þá er ég að tala um bara í einum rík Hvað getur þú farið núna niður og tekið margar? Bara feskur og þú veist Já, segjum bara núna Já, ég myndi alveg Ég held ég aldrei bara tekið stöðun á því Þannig að þetta er gisk Ég myndi það svona kring 70 líkla 70? Hvað stað þar? Ekki meira? Ég er þetta gisk, skilur Ég held að ég myndi ráðið þægilega með það Þá var það síðasta skalan með 1-10 Hversu horni erstu akkurat núna? Þessi kom líka frá hlustanda Þetta er Hvað gefur það er póki Hlustandi með það? Nei, já, ég bara Akkurat núna? Ég fekk hjálp, já Bara meðan ég er inn í F-stúdíu núna með Ég meina,
Ég get ekki útskipt betur fyrir þér akkurat núna. Ég er ekki svona plötur tekur ég þetta sko 8 0. Það er lítið. Mér finnst það bara ógeðslega mikið. Setjum 2 í það. Hvað er það? Tölvuskjárnir eða? Það er að tekið Mást ekki bara svara og mást ekki bara asking a question og... Ég er svona þristur núna og ég er ekki að íkja það. Þú ert 8 núna. Jesus, hvað er mikið eitthvað maður. Okay. Sendu steindi. Maður var fram. Já. Það fá að steinda. Jú, hlustendur fengur svona þess að sjá mitt í dag. Það er svaka stemning frammi maður, ég ætla ekki að ljúga þér. Bara partí í gangi. Já. Við erum nú alveg inn í partí. Já, Þetta okkar lið í World Class. Já, við erum að fara að vera með þeim á Ossotíð í kvöld. Já, fyrsta spurning steindi. Já. Hver er mesta fíkn Egils? Mesta fíkn? Já, Egils, ekki þín. Nei, ég held að sé hérna. Það kemur nefnilega lúmst. Ég fór að hugsa þetta þegar ég var að sendja. Það er samt, þú veist, það er tvennt. fíknin er alveg sterk í honum sko. Það er tvennt rosalega. Já. Að mínum mati. Það er að tala hvað þá, alkohól og veðmál og svo leiðis. Nei, ekki einu svona þar. Ha? Ja. Hvað mennur þau? Ok, svarað þú fyrst? Ég held að sé ekki að vera fíkill í að sopna alltaf fyrir kl. 10. Nei, ég myndi segja að þetta væri skjáfíkn og koffínfíkn. Já, sko, skjáfíknin er miklu sterkar en koffínfíkn. Já, reyndar. En ég ætla ekki að giska á skjáfíkn, því ég held að hann átti sér ekkert á sinni fíkn. Já, hann situr núna í skjánum. En þú veist, hann getur ekki verið. Hann getur ekki verið án síma að tölvu. Nei, ég hef aldrei setið með honum og tala við hann meira en í klukkutíma án þess að hann sé búin að kíkja á síman í tölvu og allt þetta. Klukkutíma? Gefðu prófaði 10 mínútur. Já, þannig að ég veit að það er örugglega réttasvarið. En það sem ég ætla að segja, ég myndi ekki segja veðmálafíkn. Veðmálafíkn? Já, ég meina hann náttúrulega spilar online. Hann er með þingri bett en nokkuð maður sem ég þekki. Hann ennir aldrei í kasino og þetta er... Nei, það er allt annað. Já, það er spilafíkn. Hann er ekki með veðmálafíkn. Já, sko, eins og það sagði ekki... Ef þú varst að vera hreinskilin þá var þetta símafíkn. Já, en samt ekki. Ég meina, þú sagði sjálfur frá áðan að þið voru allir á okkur leik núna helgina. Þið voru allir bara að betta á hann. Já, en engin er líkingu við hann. Nei, þegar hann er út í þannig það er ekki svo sem er svona bett undir í hverju viku. Ég séð margótt. Ok, ég er ekki sammála en ég séð það. Ok. Það er það skjáfík. Þá er næstu, hver er graðasti vinuðinn? Hver er graðasti vinu minn? Hvað meinar þau? Bara nákvæmlega sem ég sagði, ég fekk þess að senda. Er það ekki sem pop up? Nei, ekki tannig. En ég Erst þú efstur í þínum vinahóp? Nei, örugglega ekki. Ég held að hver er graðasti vinu minn? Þú veist, þetta er alltaf bara fertugir fjölskyldumenn. Já, hvað? Þú eru ekki dánir fyrir það? Nei, ég veit að þú eru ekki dánir fyrir það. En, þú veist, þetta er mjög bara skrítið spurning, ef þú spyrir mig. Fyrst þess að senda, er þetta heima fyrir það? Nei, þessi kom á gramminu. Ég bara, nú er ég að hugsa hérna alveg bara. Er þetta eitthvað sem þekkjum? Er þetta Dórin, er þetta Svanþór? Nei, sko, ég held ég eigi, þú veist, svona nokkuð basic þannig vinni, sko. Svona... Ég er ekkert að tala um að þó að sé graðastur þá er hún ekkert eitthvað óeðlilegur, sko. Ég meina, eini kallir við þetta núna, er náttúrulega hreinskilinn. Allir vinni mínir er börn sem eru fann að hlusta á hann þátt, sem gerir þetta allt miklu erfæra fyrir mig að segja núna. Ég skilji. Þannig að nafni sem ég ætla að segja núna, krakkarnir hjá honum munu spyrja hann út í þetta í kvöldmandum, í kvöld. Nei, jú, hvað er þetta? Það er þannig. Já, ok, hvaða nafn ertu með? Það er bara flestir komni með þannig gríslinga að fartin að hlusta á hann þátt. En ég ætla að segja Dóri. Þá er hann næsta sem er ósangjant líka, sko. Það er þriðja. En sko, þetta eru... Hvað þú getur þykir margar arbegur? Bara núna, eða bara ef ég fæ að vita, bara er út að fara að löga þetta að mæta og taka þér. Hvað ætlar að æfa þig? Nei, þú þarft að vera stemdur. Ég seti þetta, ég er að drekka bjór, sko. Þú þarft ekki að vera stemdur? Jú. Ok. Ef ég á að mæta á lögadaginn? Bara venjulegum degi? Já,
Og ég fæ bara, í kalendardum veit ég bara með degi dags fyrirvara. Engum máli. Og ég held að skipti samt upp á smá svona stemningunni. Þú getur ekki eftir fyrir það. Nei. Þetta bara næsta á laugardaginn. Það líka ekki gott að taka 10 arbeigur eftir að nýbúin að borða bara heila 16 pítsu. Það málið. Þetta text að flækja þetta svona. Ok, ég ætla að einfalda bara. Þetta bara í toppstandi. Nei, bara góðum degi. Nei, þetta þyrfti að vera bara í vikunni. Já. Bara núna. Já, bara vel stendur. Já. Ég ætla að segja að ég geti tekið á þrjóskunni. Ætla ég að gíska. Bringa í golf. Bringa? Hún á ekki að fara í gólfið. Hún á að koma alveg við golfið. Bringan? Já. Ekki legit armbegum. Hvað meinar þú? Hvert á bringan að fara? Hún á að vera aðeins frá. Er það ekki? Þú ferð niður. Ég veit hvort þú tala með. Þetta er ekki svindli með að gera svona oft stuttar eða að vera með. Hún fer alveg við. Já, alveg við. Já, alveg niður á gólfi. Já. Ég ætla að segja að ég geti gert. Mér langar að segja 150. Ég er ekki að segja. Hvað er í? Ég er ekki að segja. Ég ætla að segja 100. 100 arbeigur? Já, en ég sko. Nei, veistu hvað? Ég ætla að segja 150. Nei, Jú. þú getur það ekki. Jú. Nei. Ég er með svaka axlir, ég geta. Steindi, getur Vont bak, samt. Ok, ræðum þetta bara eftir Egill kemur. 130 þá, lokasvar. Það ok. Þá er það síðasta. Hvað getur þú ekki gert 100 arbeigur? Ég ætla bara að ræða þetta á eftir. Það er Steindi kemur. Nei, hérna er Egill kemur inn. Fjórða og síðasta. Hversu horni ertu núna á skalan veitum við 10? Bara akkurat núna. Bara akkurat núna? Já. Þú veist, ás. Ok. Þú veist, skilur bara ekkert. Ég er bara inn í stúdíu og bara ekki, það má ekki heyra þetta. Drekka bjór og slagna á. Herða, kemur Gilsarinn. Hvað, getur ekki loka loka hurðina því út í símanum? Hvað er það að reyna að vera töff eða? Alveg töff sem ég sé. Ég var að halda 3 hlutum. Þú lappar ekki brinn og sett sér til mæk. Við erum í beinni, þú veist það. Alveg skjáfíknanda. Herðu, fyrsta spurning. Ég spurði Egil Steindi. Hver er mesta fíkt Steinda? Hvað sagði Egil? Hvað sagði Egil? Já, hvað sagði hann að vera þín mesta fíkt? Vona drullir á þig. Já. Mér langar að vinna, ég vann síðast. Það vinna aftur. Matafíkn. Ég er það samt ekki sko. Ég borða bara því að ég er lappum og er í símanum, þá borða ég, annars væri ég ekki að borða. Nei, hann talaði ekki einu um matafíkn, hann talaði kynlífsfíkn og eitthvað en endaði á nikotíni. Auðvitað Nikotínfíkn var svarið hans, það er ekki bara nokkuð eðlilegt svar. Það er rétt hjá honum. Já, það er bara ekkert stig þá. Hann hefði ekki þurft að velta öllum hinum fíknunum fyrir sér. Það er ekki rétt hjá mér. Hann sagði það er rétt hjá hann. Já, það er rétt. Þetta var bara með eðlilegt, okkur sagði það ekki? Hæ? Okkur sagði ekki nikotín? Hvenar? Þú sagði matafíkn, þú hatar mat sko. Ég held að hann væri mitt bara í kynlífsfíkn og mat. Þú segir átt við okkur að þau veist leiðilegt að borða. Bara mjög leiðilegt. Já, en málega það sést þið ekki sko á matafíkn. Málega, ég þarf alltaf að taka fyrstu spurningun og vita hvað allir er að mæta þetta. Grínistanum eða keppnismannum. Nei, nú er ég bara að reyna að vinna. Já, ok, þá bara. Ég spurði Steinda sem spurningu Egil. Hver er mesta fíkn Egils að þínu mati? Hvað sagði Steindi? Getur komist í 1-0. Já. Þú er þess að hugsa. Hún finnst ég ekkert vera mikill gambler í rauninni, ekki góður í því allavega, en hann sendur það ekki held ég. Ég held að þessi kæmindi greina þarna er æfingafíkn, vinnufíkn, koffínfíkn, skjáfíkn eða svefnfíkn. Ég myndi halda eitthvað. Er það til? Ég veit það ekki. Ég myndi halda eitthvað af þessu sem þú taldur. Er til svefnfíkn? Ok, ég geti útskurt það geti gjör það út og greinlega það ekki. Nei, en það hefði með 4 hluti eftir. Það hefði gjörbreytt svarinu mínu. Hvað er það að segja? Sko, þú er ekki satt vinnufíkn. Þú er ekki satt æfingafíkn held ég. Ekki, þú sagði ég var skjáfíkl. Nei, hann sagði veðmálafíkn sem að ég var bara ekki saman. Það var alltaf skjáfíkn. Ég er skjáfíkl. Egil svaraði þú alltaf var hinskilið. Málið er það að þetta er alveg hinskilið. Málið er það að hann er ekki spilafíkl. Hann er veðmálafíkl, það er annað. Já, ég veist, gaman að setja og leikið í viðkjörna og hesta núna. Spurning Egil, ég spurði Steinda hver er graðasti vinnuðinn, hvað sagði hann? Shit. Sko, nú þarf ég að hugsa, ég þarf að hugsa upp á þetta. Nei, ég held að
vil ég það ekkert endilega Nei, ég bara, veit, ég er ekki komið með loka svari. Það er að hugsa að alltaf Svanþór einu svo fasteignarsali poppar hann strax upp Svo Pétur Jón Sigfússon sem er alltaf góðu vinur Stóni hann er velgræður Óli T. Slæjarinn Dóri DNA og líka Dóri náttúrulega fór með ekki glemma Dóri var það græður að hann fór með honum og svo Jesús skemmtur hann hann var bara góð wingman Já, svo Sigga þetta líka Hver? Sigga Mammans Mamman? Það er ekki við Þú veit bara, ég heit ekki bara fólk í kringu þig Hvað er þú? Góði bara með svar Hún er ekkert glömm að heyra þetta Nei, líka bara það að tala vinina og hvað reyndar er mamma mín alveg vinu minn En bara að hafa hana með í líka, hvað er ekki það svara að koma? Hvað? Ef þú hitt hana þegar það kemur að þessu? Sko Það finnst það líklegt líka bara að ég hef sagt þetta Bara ég ætla að segja ekki bara mamma Líkundar á því eru engar Helvítis röggmaður Ég er að reyna að keppi í þessu Það er alltaf að telja guð Ok, þetta er Þetta mitt að lesa þetta Dóri DNA Það er ég Yes! Það komið stig á Egil 1-0 Ég ætla samt að taka fram að það hver sem ekki að fengja um titil Já, þetta er ekkert eitthvað Heldur að fá að náði núna? Þetta er ekkert Dóra á þig Já, sko, já, það ég fæ hann á mig Það er bara staðfest, sko og alveg heavy, sko, bara þú veist, í næstum svona 300 útvarsviðtölum sem hann fer í út um allan bæ mun ég fá að finna fyrir því, sko Mun að segja að þú sett gráðast Já, það er bara staðfest Já, þú veist, hann sleppur þess ekki, sko Ég er gaman að heddi ekki að ég fíla það Ég spurði Egil sömu spurningar Hvað var svarið hans? Já, sko, málega er að nú ætla ég aðeins að bara, ég þurfti, sko aðeins að pæla í þessu meðan hann var að því ég hugsaði, ok, hvað þú veist, hvað ertu búin að vera að segja í gegnum tíðina, þú alltaf talar ekki um annað en Kristinn Pálsson sölumæður í sporthúsinu og var að vinna með þér á sem pizzastað og allt þetta dæmi ég veit allt um þetta, ég er búin að segja þetta margóft en svo hefur líka sagt að okkar maður Jóki sé reiður og græður þegar hann fer á dansgólf Jón Gunnar Geirdal Já, þetta er náttúrulega allt saman mjög skrítið sem hann er búin að segja vinni sína þetta Þannig að ætli verði ekki bara að segja Kristinn Pálsson Rétt svara Kristján Óli Sigursson Róvarinn Já, það er 1-0 ennþá Þú varst náldi Hann reyndi að tata hann ekki upp Nei, Ég skeit, ég glemdi Horny Tatman sko Þú talar ekki Ég var að fatta bara hvað ég er mikið á gröðum félum sko Glemdi hellingaðin sko Ég spurði Steinda hvað getur þú tekið margar arbeigur Hverju svara hann? Sá eitthvað sem er nær réttu svari hér fær stíð Og hann alltaf veit ekki hvað hann getur tekið margar Og hann hefur ekki hugmynd það Það er vandamál Ég get alveg verið heiðalega með það Ég hef ekki lagst á gólf og verið að taka ykkur armbegir síðan ég var bara ólingur Ég sé ekki tilgangin með því að vera því Og aldrei það margar, þú veist, að þú veist að telja hérna á smörgum og getur og hvað Ég æfi náttúrulega degi, ég nenni þessu ekki sko Og að telja hvað ég getur margar armbegir Þannig að þú er aldrei gert það Er þið með armbegur inn í gymrútínunum ykkar? Í súpusettum Sko, ég myndi halda að þú gætir mögulega náð 18-20 svona löglegum arbegjum en þú alltaf hefur ofur trú á þér sko. Þannig að þú veist þú alltaf hérstu myndi bekkja 170 einu sinni sko Nei, ég hélt það ekki 70 kíló Ég sagði myndi ná 90 kíló tók 60, það var ekki nema 50% off Og ég berg bara niðurlega Ég mætti með flensu held ég þar Það munaði 50% Og ég hlet mig hit upp í klukkutíma Þannig að ég var löngu orkulaus Þú þurfti náttúrulega hit upp kassana Ég get lofa ykkur Ef ég fæ að gera þetta my way Ef ég mæti ekki sporthús og ég ætla ekki með hlaupum í klukkutíma Ef ég fæ að lappa bara inn Leggja sína bekk, lifta og fara út og heim til mér aftur Þá get ég lofa ykkur ég get tekið 90 kíló Það er bara lofvörð Reynum þetta bara aftur Það er sko ok Ég ætla ekki að segja rétt að svari Því ég get lofa það er way off Þið varst rétt að svara eitthvað, 18-20 Já, ákvæmst að það sko Hann er sagt að hann geti tekið svona 100 arbið Það ætla að segja 100? Já Hann sagði 130 Nei Jú 130 arbiður Já Mér finnst það ekki hljóma það mikið Nei Hvað getur þið tekið margar arbiður? Þú átt að svara núna Hvað sagði Egil? Hvað getur Egil tekið margar arbiður? Já, ég vona fast 100 Þetta munaði 30 þarna og þú þarf að muna minna Ég vona fast 130 galinn tala Ég náttúrulega líka smá blindar á hvað er ömurlegt sko í þessu, ég ger þetta ekki mikið Þannig að ég ætla að segja
130 kannski helviti mikið með fatta bara Eða þú ætlar að segja 150 Já, má ég beiti í 100 bara Nei, þú sagði bara 130 Þá ætla ég að segja að ég geti 100 Hann sagði 70 Þannig að munaði 30 Það er báði fór stig, það er 2-1 ragli Þetta var dead height Það er rosalegt Munaði 30 að báðan Hann sagði 70, þú sagði 130 En er ekki þá líklegt Þú getur alveg tekið 100 Ég veit er löglegar, þú veist Allalegð upp og allalegð niður kassin í snertu gólfi Þarf kassin að snerta gólf Þetta er ekki hálfar, þetta er ekki okkur á mækarbyður sko Nei, hvað er það kallað Þegar mækar? mækarinn er fullur á veitingastáttökur arbeigur og fer svo hálfa leið niður og telur og Það er kallað mækarbyður. Já, veist, það er ekki löglega arbeigur Akkur er hann að taka arbeigur fullur af veitingast Það er að sína að sé a real man En þarf að kassin að fara í gólfi bara snerta Já, frá allalegð niður og svo allalegð upp Já, þá ætla ég að breyta mínu í 70 Já, það er frábært hér Það gæti verið að þetta nýja áskorinu í flugkastinu Það svo fór mér körfuna og arbeigu Ég laki til að sjá Steindi að taka 130 En mála, ég held að Egill geti tekið meira en 70 Ég held að hann sé að downgreita sínar arbeigur Við tjekkum á því Við skoðum þetta Síðasta spurning, það er 2-1 ragli Þannig að ég byrja á þér Steindi til að jafna Ég spurði Egill hversu graður á skalanum 1-10 akkurat núna, hvað svarar það? Á ég að svara fyrst? Já, til að jafna, Egill er að vinna Nei, leiðu hún að svara fyrst Það var búin að vinna Nei, ef hann gískar rétt Já, en það er alltaf, þú átt séns á að jafna Hvað segir hann sér? Hann verður að klikka Ég verður að ná þessu sigri Sko, ég meina Það vinn ég tvisvar í röð. aftur sá sem er nær, fæst í Ég ætla að taka allt inn í þetta Þú veist, það er föstudagur og hann er stemningsmaður En á móti erum við bara 3 gaurar inn í stúdíu að röfla Já, hvað heldur hann að sagt? Þannig að þú veist, það er mjög spes að vera bara í 9 núna eða 8 Já, hvað ætla að segja? Þannig að ég ætla að hafa þetta neðarlega Já. Ég ætla ekki að hann að fyndin hérna Nei, Það segja þristur, 3 rangt, hann sagði 8 8 Egill, Akkur ertu hvað sagði Steindi? Ertu núna Það var bara svo þú sagðir að fössari og það er allir léttir og Ammali og Richie á morgun og... En setur núna bara og ert í 8 í grættu Það er ógisla graður bara núna Þú setur bara hefi graður í núna Ok, nú er ég satt að fara, sko ég ætla búin að vinna með okkur Santa Rústus og vinna 3-1 Ég var að bara setja 10 á hann En með okkur hann talar Já. var ekki fræðilegur að gefa sjálfur Ég 10 finnst bara galið að þú sett 8 núna Ok, nú er ég að lesa það hérna Þú ert greinilegt ekki 10 Bara Við ég hvað þú lofa talar. Já, ég hef bara ekki sagt þér að ég er ekki 10 Ok, Þú veist Hvað ætlar að giska á hann segja? sko Hvað Hann hefur gefið sér bara örugglega ást sýst eða þrist alveg aldrei meira það með hvað hann talar Ég set bara Gaf hann sér ekki bara ás? Hann gaf ás, 3-1 Þetta var walkover Jesus, maður, djöfull. Er ég heitur, ég þekki það ekki Þennan fyrstu daginn, já, þú Ég er bara verð orðið að- miklu betri í svona Ég er bara verð að koma með comeback í næsta þetta sko Hér strax eftir auglýsingar fyrir við í Brandarhótt pappa Steinda Seniorinn slæra á leta strengi En við skuldum auglýsingar og það fyrir einhverju tíma síðan FM 957 Húpa Búba og Þórun Antonija með Aldrei of seint hér í FM 95 blöð á FM 957 En það er komið að næsta dagskrálið hér í Ég er að leita þessu hérna maður sjá. Pappa Steinda með Brandarhótt Já, Slæra á leta strengi Brandur og pabbi minns Senior slæður og letta strengi kíska á pönslari Það er að sjálfsögðu Pepsi Max Já, Pepsi Max Sko, það er komið nýtt Pepsi Max drengir Lemon, já. Pepsi Max Lemon Nei, Pepsi Max Lemon Já, eftir að taka reynsla á því En ég hef búin að heyra fólk að peppa Já, Það er að mókast út það er ískalda og svo er sjálfsögðu líka keiluðlinn Málið er að það er til 2 típur af fólki Og það er þú ert erlendis Þetta er yfirleitt þú ert erlendis Ég hef ekki lent mikið í þessu hérna á íslensku veitingastöðum En þá er sett sko Sítrónóni Já, Lemonóni Og þá fær svo gósið Þú fær alltaf glas með klökum og lemon já Helmingurinn dýrkara, hinn ekki Og þeir sem dýrki það Þeir að fara að fá sér Pepsi Max Lemon er mætt Þannig að let's go Já, Herru, ertu klár? já, ertu búin að finna hann? Já Ok. Ert þú klár Egill? Já. Þú veist, þetta er teamwork Við erum saman. Þannig að minni pressa Já, það er þessi fíla á hann lið Já Sko, ég ætla rétt að renna yfir brandarana Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grunar brandarar og verið morða grín Já, en sko, hann er aldrei verið með 6 Nei, þetta er sko hann Það var er, Já, menn hann er bara bæti í Já, Og nú er ég að skoða sekundundar Ég hef ekki hlustað á þetta Það er bara satt Ég ætla að taka þátt í þessu 14 sekundur, 10, 9, 8, 10, 11
Það eru mislangir, við byrjum á lengsta 14, klárir Góðum maður Af hverju tala ljóskur ekki að meðan á kynlífi stendur? Kallið, hann að verða gróa Nefn hann að spóla sig upp Það eðlileg þróun í Kameri. Af hverju tala ljóskur ekki að meina kynlífi stendur? Það er að fara að heyra í honum Það eru ljóskubandar, eru bestu bandarnir sko. Ljósku Ég er að tengja þetta eitthvað við Rakel Því að Hvað sagði, Er það ekki bara því að má ekki tala fulla munnin? Þetta má ég heyra Ég man það sé ekki svo Af hverju tala ljóskur Þetta ekki er ekki að meðan á sponsor. kynlífi stendur? Hann myndi aldrei segja það En það er ég finn ekki betra Er Ég ætla að spila svarið Ég ætla að spila það betra bara punchline Ég ætla að spila þetta bara Já. Að Ég vil ekki tala um þetta meira Hlustið þá okay. Please Mömmur þeirra sögðu þeim að tala ekki með full Ég stoppaði Býttu hvað stoppaður Þetta ég var með þetta Varst þú búin að senda á hann þetta Vertu grófur, eitthvað svona Sverða upp á lífið Þetta er ekki gróft stið Þetta er bara ljósku brandari Það stoppaður brandar Þetta er bara að stoppa senior Ég er ekki að stoppa hann Þetta kannski ljósari kallmaður Mömmur þeirra sögðu þeim að tala ekki með Ég full veit ekki að þú voru að byrja aftur Þú veist, við erum búin að segja svarið 10 sinum Já, ég vil nýjan brandara Já, nýja, þetta var gamli Ekki taka hann aftur Svo segir hann þetta, vona að þetta sé ekki ómikli 5 brandara Nei, herðu, ég lörðu hvað er að Senior er að spóla sér upp I like that Ok, nú held ég Eitt, að það eru verið komið stig Getur þú lesið kínversku? Getur þú lesið kynna? Já, þú veist, nei, ég get ekki lesið Nei, Þegar hann beintur á einum dörti yfir einn Já, þá köttu á hann R Þá er bara dagskráliðurinn döð Veitu, er þetta Heldur þú að annar rassabrandar eða? Nei, hann var að tala um þetta væri Já, þá er þetta dögt fyrir sín Þá bara stoppa hann stutt Yfir í þættinu Það verður að vera hann Ef við ekki bara spila þetta Það sjá Please ekki Getur þú lesið kínversku? Nei, bara þegar hún er á ensku. Getur þú lesið kínversku? Bara þegar hún er á ensku En bara þegar hún er á ensku var þessi ekki bara heldig góður? Já, sko Sko, það tekur á tíma fyrir manna Þú ætlar að vinna á FM, sko Það eru margir sem er í alvoteknum Mörg renjandur hlátur í bílunum Ég bara Ég er bara svo fegin að þetta hafi bara farið svona En á móti þá ætla ég að senda Þetta er ekki alveg að sterkast Getur þú lesið kínversku? Nei, bara eða það er á ennsku Ég ætla ekki að sitja þetta og gefa pappa eitthvað óþara breyk ef þetta var bara ekki alveg sterkast brandari Ég næ honum ekki Við erum idiot sandwiches, sko Já, Það er eitthvað Idiot sandwich, það er það sem við erum næsti er skrítið að vera með í maganum þá hann spilar þetta Nei, Átti ekki að vera það gaman er að koma eitt ljóskubandara Hvað er að gerast þetta? Tekið aftur hérna Ef Róni hrósar manni, hvers konar hól er það? Hvað sagði hann? Róni rósamanni Róna Það vinna mikið með þá sko Þetta er hvernig róna, rós Það er annað orðið við róna Hvað er svona hérna Róna Rósa er Róni Veitu, ég veit hvað þetta er, veitu Ef Róni hrósar manni, hvers konar hól er það? Arnarhóll Ég var að segja, það er ekki bara Arnarhóll Því að þeir eru hann í spöggstofunni Er það ekki? Alkahól. Menn þú var með eitt stig Já, eitt stig við höldum Það er ekki oft sem að ég er eini sem er til yfir punktunum fyrir okkur. Hann er að byggja upp í Það blöður kompakina miklu betri í þessu Hann datt á öðrum brandara en er að Ég byggja vil upp í annan kompakina ljóskubrandari, ég er góður í þeim Má sjá Hvað er gult og liggur á hliðinni? Hvað er gullt? Ég er ekki að segja Ég er ekki að segja að ég hugsa núna Hvað, við slakið á Hvað, ég í einhverjum Simpson-búning? Nei, Slakið á gult og liggur á hliðinni Það er þetta besta svar sem ég heyr steindi í Simpson-búning Er þetta ekki bara, hérna Hvað er gult og liggur á hliðinni? Ég meina, er þetta ekki bara, hvað er gullt og liggur á hliðinni? Sólin Þetta er Sólin gullt og liggur á hliðinni Liggur á hliðinni Ég meina, hvað er gullt og Ég er vans að frá að segja sem mér dætti hug Það veit hann eitthvað með því og hlið Nei, og það er heldur ekkert Það er ekkert að vita Nei, ég er bara Það er ekkert að vita Hann er ekki að vinna með þig í þessu svari Ég hugsa Það væri geðvægt ef hann væri með það, sant? Spilum þetta Hvað er gult og liggur á hliðinni? Sofandi strætisvagn.
Þessi var ekki nógu Þessi var geðu Sofandi strætisvagn Þessi var ekki nógu sterkur Hvað líkandur giska á þetta? Þetta var erfitt að giska á vissulega Þetta var fyndið Þessi var ekkert svo hræðilegur Jú, hann var ekki góður Við verðum að hrósa og líka að segja slappur. Já, hann var slappur Höldum að fram Var þetta þriðji? Þetta var fjóruði Já, það er næsti hérna Rafti hann Í gær var bóndadagurinn, hvað tekur svo við? Í gær var Það var bóndadagurinn bara konudagurinn hina 364 ásins væntalega Já, blöði bara að lesa Þetta er Við erum að vana búnd Já 345 konudagar 345 konudagar Það var ekki 300 Þetta var 364 konudagar En Hefur þið mikið að fara að hátta hann á Í gær technicality var bóndadagurinn, hvað tekur svo við? 345 konudagar Hann skrúaði árið hans niður Svo er náttúrulega aðfangadagur eitthvað inni Hann hefur reiknað það með páskadagur og svona Alltaf sé búið með 2 elefanti Og tökum við næsta hérna Þetta Þetta er síðasti. Þetta er aldrei verið jafn skemmtilegt Síðasti hann hljóma svona Lítur að save the best for the last Lítur að vera Hvað sagði maðurinn þegar hann leit ofan í Siriuspakkan? Sem maðurinn þarf að leita ofan í Siriuspakkan Þessi er erfið sko Ha, Já, þetta er Er þetta eitthvað svona, hey, einhver hérna er- hringir með einhverju götum í hérna er diploma Þetta er sko mín eitthvað grætt við þeim Nei, Serious syngur með gutt Hvernig náður að tengja Sirius eitthvað Það er náttúrulega bara syngur Já, Með gat í Já, en Skal segja að hann er ekki að tala um það Ég get lofa eftir því Hvað, einhver sé að setja til hann að setja í Siriusingu Það gengur bara ekki dög Hvernig það gengur ekki upp bara Nei, það er Þá ertu í vesin eða þú kemur honum þar en ég er bara við ekki að Já, ég held bara Sá sem er að glíma við það vesen Númer 1 í heiminum Gæti ekki gert það sko. Herru, en hérna sko Já, hvað er bara með því, ég heldur sem aldrei Við vorum ekki að fara að giska á sofandi Við strætósvagn. sattum 2 Nei, stig ég ætla að gíska á eitthvað svona Þú veist, diplomaðin hérna er þú veist, það var oft sagt á leikjum skilur Dómari, Já. hvað fegstu? Dómaraskiptinni Dómaraskiptinni í Siriuspakkan En skoðum þetta Hvað sagði maðurinn þegar hann leit ofan í Siriuspakkan? Nei, kleinur hringja fræ Þessi Þetta sé var maður að segja Pingu litli hringir með göti Það verður kleinurhingafræ Það voru kleinur ekki að Kleinur hringja fræ Já, svo setur það í mold og farið kleinurhingi Herra, hann með 6, 3 sterka 3 rólega Þetta var besti Það sínur er í gamla Já, já, þetta var Ég þakka til að heyra næsta því að hann er að spóla sér vel upp Það er bara Þetta voru álur veit að næsta fyrsta sko. Bóla sér upp Þetta var brandur á pappa steina Síðasti var ekki alveg góður Hvað, hérna kleinur ekki að fræ Já, Já, hann ég ætla ekki að segja henni næsta partí sem við erum í, sko Nei. En við tölum á hann Timmy Trumpet, hann er á leiðin í höllina Ég lofa ykkur, þetta lag verður tekið þar með 200 miljón spilarna á Spotify Þetta er Mad World Timmy Trumpet, take it away Þetta er FM FM 957 Þetta er Timmy Trumpet sem verður í höllinni 30. og 1. mæi Þið er að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við erum konið með góðan gest hingað í stúdíóið Okkar langt besta mann Já, rúmlega góðan gest Þetta er lappandi legend eins og við segjum Sigurjón Kjartansson, verður velkominn Lappandi legend Gangandi góðs Það er rosalegt Þetta er, já, ég lappaði alveg Já, nokkuð uppstígan og svona já Komin frá Selfossi Já, þar sem þú býrð jú, og líður vel Já, heyrðu við vel á Selfossi Við þurfum alltaf að spyrja eins úti hérna Nú ertu náttúrulega, þú ert að byggja bara heilt þorp heima hjá þér Þú ert að koma þér fyrir Hvað er að gera? Seinast varstu Já. komin sko með húsi Þú ert búin að byggja hús nummer 2 Já, Í rauninni. ég var ekki að sko, Eða svona. byggja Já, já. Ok, það var hús Já. á jörðinni sem ég kefti Já, og svo kefti ég annað hús og get bara flytja það á vörubílspalli já, þannig að þetta er svona þorp já, Já. og svo er náttúrulega hænsna kói líka sko já, en þetta er bráðabirða búki sko. já Þetta er samt En geggjað, sko. hvað verður þess að þú setja að byggja þarna svona Hvað sérðu? hver er svona hérna, Á endanum byggjum við sko almennilegt hús ég skilji En er þetta ekki miklu skemmtilega? En akkur Þetta er reynda mjög næs Þess að vera með hérna Já, lítið þorp Já, svona. það er geðveikt Jú, og það er bara það er alveg verið geðveikt en þú veist, þegar það er mikið kalt í vetuna og svona leðilt að vera maður nennir ekkert að fara á náttbuksunum á milli húsa, sko Nei
Hvernig við náttúrulega komum inn á Ham og eftir sem er nú svona ástæðan fyrir komiðinni hér í dag En hvernig staðan á okkar besta tvíða núna þegar annar komin á þing? Já, bara fín sko Við erum með podcasti alltaf á tal.is Samast á þýðir einmitt blöggast Já, þannig að það bara gengur mjög vel Já, hann að okkar maður ekkert of busy Nei, við bara búum okkur til tíma sko og við erum bara búin að vera askoti duglegir Já. Hefur Gnarrinn breyst eitthvað eftir hann komst á þing að þínum að þið? Nei, ekki nema til hins betra kannski, ég veit það ekki Létt yfir honum Það er létt yfir kallið Já. Hann ekkert að smítast það því ofta ég man ætla ekki að nefna nafnið á einu vini mínum hann byrjaði að vinna með svona allt öðru í þessu hóp heldur en okkar vinahópur svona þessi eldri hópi í kringu sig og hann var alltaf bara búin að eldast 20 ár þegar hann hitt okkur þannig að ég fór að hugsa hvort að Gnarri var eitthvað að smítast að pólitísku Hann hefur nú svo oft farið í gegnum alls konar vittleysu og hann er komin yfir svoleiðis Þetta er enga svona karakter enga grundvalla karakterbreytingar sko Nei En já, þannig að þetta er bara allt í blóma sko Já, fíla En hvernig, sko, Ham þið eru að fara alltaf tónleika í Hörpu Já, sko, Ham og Apparat organkvartett Þetta er þess að ekki Ham Þetta er heldur ekki Apparat organkvartett Þetta er Hamparat Þetta er sko, þessar tvær hljónstir saman bara Ok, og hvernig verður svo leist til? Það er bara með því að allir meðlimi mæta á æfingar og spila lög hvors annars allir, þetta er 8 manna hljómsveit eina sem að sko trommarinn er reyndar sameiginlegur sko hann Addi, hann trommar bæði með Ham og Apparat ég sá okkur hjá Gísla Martini Já, þetta var geggjað Þetta er algjör stemning í þessu Nú er enginn á okkur verið tónlistarmaður ekki þannig Eru þið ekkert að spila? Ekki að hljóðfæri Nei, ekki að hljóðfæri Einar er nú Egill fyrir Ég er á hljómborði Þú er tónlistarmaður Á hljómborði Mercedes-klöp Er kompakt það? Já, við erum að fara í höll 31. maí Já. Þá er ég að fara að ræsa út bara Serisjóra og gasmanninn og alla og þetta er bara tónlistarmaður allir úr ofan sko, það gæti enginn inni sko, af okkur þreim allavega bjarga bara líf okkar með söng sko barði og við erum svona stemningsmenn sko. smíðaði lögin alltaf sko það var svolítið líkil aðri að hafa hann þannig En þú spilaðir ég menna ég var Kastljós setti mig fyrir vegg eitt skipti í beinni útsendingu sagði mig spilaði sólóið rúlaði því upp að þið beinni og það setti ég sokki heldur marga þá tók ég sólóið það var alltaf við þegar þetta var sett í samband og fór þér rugl en svo lærði hann þetta náttúrulega með tímanum það kom að því að kunni þetta er meirinn að segja það það spyrja að spyrja bara er þetta einhver svona baktería sem fer aldrei manni? Tónlistabakterían Já, ég held það Ég held að sko, þetta er náttúrulega grundvöllur eiginlega alls að vera smá músikalskur sko eins og Egill hefur sannað og þú ert náttúrulega að gera lög og svona það er lítið sem þú hefur músisera eitthvað það er bara eitthvað sem F95 blöð lög einmitt En sjáðu þið samt sko, þetta er eiginlega það að hafa músík í sér sko, er svo mikill grunnur að svo mörgu öðru sko. Það er gaman aðeins, þess vegna er að hendi í þetta Já, það er bara Harry Það er gaman aðeins Það er Eldborg eða ekki? Það er Eldborgin Næsta helgi Þetta bara næsta helgi? Tala bara næsta föstudag maður Það er rosalegt Og það er ég er ekki að ljúga ykkur það er bara örfáir meðan eftir það er bara á 3. svölum Okay. Þetta kaupa Það verður stappað Og miðast það á tix.is Já En hvað, eru það að taka öll lögin ykkar og öll lögin Ég ekki öll sko. En þetta er svona nýjum búningum þetta er svona við skiptumst á sko Eitt apparatlag og eitt hamlag eitt apparat Svona, cirka sko Hvað er stærsta hamlagið? Ég ætla að sé ekki partibær Það er svona frægasta lagið Ég þarf að finna þetta fyrir Það er náttúrulega bara í, þú veist, sódómu Já, bara í sódómu Það er djúvill það er nú annar topic en maður þarf að fara að horfa á hana aftur líka sko, talandi það herru, þú ætlar að henda honum í Erum við að fara að tala, gera eitthvað skemmilegt? Já, sko, málega er að ég nefnilega er með nokkra, þú veist, þetta er alveg á léttu nótum Já, nú, er þetta á léttu? Samt ekki, sko Þetta er nefnilega eitthvað sem að Þetta er á léttu nótunum
Núna alltaf þarftu sko að þetta er alveg svona stórar ákvarðanir sem þú þarfst að taka hérna. Yes. Alltaf kemur maður. Alltaf eitthvað sko. Það er alltaf eitthvað. Sigurjón Kjartansson, hvort myndirðu frekar? Þetta er stórt. Hvort myndirðu frekar, Sigurjón? Hætt að gera tónlist eða hætt að gera sjónvarp? Þú verður að velja. Það er hræðilega í þessu. Þetta er enda út að stilla með vegkannan. Ég veit það, þetta er bara ertu á fullu í bæði sko. Ég reyndar hef hætt að gera tónlist og verið bara að gera sjónvarp sko. Þannig að þú veist, þetta var ekkit erfitt svo sem. Og tónlist getur verið bara vesen. Já Og hún er ekki bara vesen. Jú Það er sko, nei, þetta er ekki voðalega erfið spurning. Ég held að þá bara frekar taka sjónvarpið. Taka sjónvarpið? Já. Ok, nú 2, hvort myndirðu frekar gera fósbræðarseríu eða aðra tvíðaplötu? Hvort er, kannski, ég ætla að frekar segja, hvort er líklar? Nei, ekki líklar. Hvort myndirðu frekar vilja? Hvort myndirðu vilja gera? Gera nýja fósbræðarseríu eða nýja tvíhöfða plötu? Ég er bara að segja nýja tvíhöfða plötu. Það er ekkert verið að fara að gera nýja fósbræðarseríu. Nei, og það væri aldrei. Það búið að spyrja þú örglaði svona 20 ára. Aldrei möguleiki, bara aldrei. Nei, sko, við erum rosa stolt af því að hafa aldrei komið með comeback. Við erum aldrei svona ána með það. Þetta var svona, þetta kláraðist þarna á 50 seríu 2001 og oft hefur verið komið að máli við okkur með ýmislegt sko, leiksýningu eða eitthvað svona. Það hefur aldrei, við hefum alveg verið opið fyrir í smá tíma með leiksýningu. Já, það var einhvern tímann eitthvað eins og það var smá séns. Það var einhvern séns, en svo einhvern tímann datt alltaf upp fyrir. Þannig að það er bara engin áhuga á ykkur fyrir að gera meiri fósbræður. Nei, ekkert þannig, ég held að þú veist. En bíómynd, það væri ekki alveg eins. Það var sami hópur að gera. Ég gerði bíómynd í fyrra og það var meir og minn allt saman fósbræður. Nema, Steini var ekki þar. En ég myndi grenja hérna í umönum að fá að gera nýja svínasúpu. Myndir að hafa áhuga á því? Það er ekki sama, það er ekki voru töðir í töðir. Er eitthvað verið að tala um það? Nei, ég fór bara alltaf að hugsa. Alltaf að láta eitthvað gerast. Já, ég er alltaf opið fyrir að hitta ykkur strákarna. Þú myndi ekkert hata að sitja startum í sig og myndi að skrifa sketsa? Nei, ég myndi ekkert hata það. Síðasta, hvort myndir þú frekar með aldrei aftur sofa í rúminu þínu eða fá njálg á 5 ára fresti út ævina? Þetta er skellur. Það er skellur. Að fá að sofa áfram í rúminu. Nei, máttu aldrei. Þú þurftir að taka sófan og einhverja dínu fyrir neðan, aldrei upp í rúmi sem er þreytt. Og eða að fá á 5 ára fresti njallan sko, en gegn því að ég fengi að sofa í rúminu mínu þá. Já, alltaf, en þú veist alltaf bara eftir núna 3,5 ára kemur hann að anskotin. En ég meina það er alveg treatable svona njálkur. Já, fyrir flesta sko. Já, því ég velji bara rúmið. Er það ekki? Jú, og gegn í allan á þetta maður. Ég meina, er ekki grennandi á fengi? Er það? Þetta er svona þú ert að frista allt og kveiki í húsinu. Nei, þú þarft ekki að frista allt. Það er bara njálgur. Bad bugs að þú fær lúst þarft að frista. Að þú fær njálg þarft að brenna kveika í húsinu. Þú þarft ekki að frista allt og krakkiðin fái lúst einhver 100%. Nei. Jú. Frista bara allt sem er í húsinu. Já, ekki allt í húsinu. Bara rúmföt og þú þarft að kempa. Þetta er vesen. Lúsin á ekki breyki njálgin, en lúsin er vesen, njálgurinn er sick sko. Er vesen? Já, ok, þá er ég nú kannski aðeins að ekki bara sófina? Já, ég taki bara sófina. Bara sjómarfið og þetta breytist. En við minnum að sjálfsög á Ham og Apparat Organ Kvartett í hörpunni á föstudaginn. Hambarat sko, tix.is. Það fáið mér eftir að fólk þarf að fara núna bara, þetta er að seljast upp bara fyrir 6 í dag sko. Þetta er þannig. Algjörlega, curfew. Við ætlum að spila lag sem ég get lofað ykkur hefur aldrei verið spilað á FM 957 áður. Það heitir Party Pipes. Nei, alltaf spila framvegis. Það er einhvern tíma verið spila á. Sigurjón, erum komin á playlistan á FM. Powerspil. Við erum komin í A-spilur hérna. Gekkja að fá þig. Takk fyrir komuna. Farið með tix.is og tryggið ykkur miða. Hér er Ham.
Þetta er alvöru byrjun. Þetta er rosaleg byrjun. Topp tónlistarstöðin FM 957 Það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem að færi ykkur Pepsi Max Lemon sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og sjálfsögðu Dine Out og Loop Zero Gaman að hitta Sigurjón. Já, þetta er alveg Föstudagur, hann mætir og hann er einn af mínum uppáhalds. Já, hann er Bjargaði lífum hans og var lagar góðmur á sín tíma. Já, tvíhöfði og fósbræður og allt þetta Geggjaður, það er sko þegar hérna svona flest allir voru með myndir af Pamela Anderson upp á veggi á sér eða eitthvað, þá var ég með myndir af tvíhöða. Já, það er rándýrt. Já, allir fóreldrar mínir hafa haft bara áhyggjur af mér eða? Mögulega. Ég held að hafa það ennþá. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem að komst ekki í FM 95 blöð síðasta föstudag og það er spurningkeppni Gilsarans. Það hefði verið fínt að losna við það aftur en við fengum það mikið sent í síðustu viku. Það voru nokkuð brjálæðir ef þessi komst ekki inn. Já, þetta er rosalega skrítið. King of Tits. Já, þetta er svona, það er eitthvað botn í þessu. Já, þetta er bort, sko. Og málega er að, sko, ég er að renna svona eldsnögt yfir þetta hérna. Svitnaði smá á bakinu hérna, ég er svo látt sér samt þetta hennar. Já, en þú... Ég með ekki sem hvað ég var að skrifa hann. Þú hafður allan daginn í dag þá til að laga. Já, ég bara rendi ekki yfir þetta í preppinu. Má brjála að gera okkur félagunum þar. Þannig að ekki bara fara þetta. Og pæltu svo líka því líka, við þurfum að svara þessu. Það er að vesti Er þetta einhver algjör viðbjöð þetta? Nei. Það bara sleppur við. Nei. Þetta er bara, ég myndi setja bara frekar. Er þetta keppni sem þú vilt vinna? Er þetta keppni sem þú vilt vinna? Er einhver keppni sem að vill vinna? Þetta getur verið seasonal. Já, ég meina King of Friends. Maður vill alveg vera King of Friends. Hljóma vel á blaði. Þú vinnur King of Tits. Þú ert aftur til ár. Þú ert unnið aftur. Þetta er ekki árlegt hjá þér. Þessi er seasonal. Það var greinilega einhver gúrka hjá þér og þessi komst inn. Málega er, ég veit ekki hver er favorite hérna að kemur ljós. Ertu a real man og getur tekið the pack dance? Já, ég get fært brjóstinn. Það er eitthvað eðluleg hefur. Já, ég veit ekki eins og hvað haldið þetta sé hérna, þetta er ekkit. Það hljóma þannig. Þetta er á margar og glöður miklu grófari þessi þó þetta heiti King of Tits. Ok, þá er ég til í þetta. Ég ætla að vinna hana. Já. Kannski get ég það, ég er að gera eitthvað núna. Það ger eitthvað núna. Þú ert að hreyfa axlirnar þess. Þetta er ekki pekni, hann segir. En þú byrjar að, þú ert komin í bekkinn, eins og varst að ræða á það. Ég er alltaf að hreyfa eitthvað hérna. Já. Er þetta ekki bara svolítið eins og þú veist, fyrst átti ég mjög erfitt með að hreyfa bara aðra augabrúna í einu, nú get ég gett báðar og get hreyft eyrun og svona. Já, þú varst bara að æfa það pekni. Þú ert alltaf komin í bóksi. Ég held þú þurfur ekki að vera í einhver svaka standi til að geta hreyft að þið brjóstu það. Hefur einhvern veginn verið gripinn glóðuvólgur þegar helst þú verið geggja lúmskur þegar þú varst að horfa á blöður? Það ekki, nei. Þetta er rosalega látt. Það er eitthvað sem er bara Það við gætli lendið þessu eitthvað að vera starf eitthvað okkur að Nei, bara eins og við setjum okkur að gælu og sé bara bara eins og einhver úlingabíómynd. Já, Nei, aldrei ekki lendið því. Ekki að króknið í matsalunum og Nei. Ok, Stóni Gestur Runar eitthvað hikandi Ég bara veit það ekki. Nappar. Ég veit ekki hvað Þeir eru nappar af að stara á brjóstu. Nei, það held ég nú ekki. Hefur gæla sagt við þig so you like tits do ya? Nei, það var sagt við þig í AC. Þannig að ég er bara búnt Eða það sagt við þig í liftu í AC. Þegar alltaf þegar Egil vann í blackjack eða rúllettu og sagði hann alltaf bara I love tits og enginu og allir bara svona já, veit ekki hvað sagði það sko og svo voru við í liftu og leiðinu niður bara með konu sem við hefum ekkert hitt sem var greinilega að spila með hann á þessu borðu. Já, við þekktum ekki neitt. Eldri kona og ég Sverrir Bergmann og Egil stöndum í liftinu og hún svo alltaf snýr hún sem við og horfir á Egil so you like tits do you? Þetta verður vel óþægileg lift. Hún var hress sko. Það var stemning sko. Kanin er svo hress maður. Það mundi hún eftir honum síðan kvöldið áður. Allir að slá í leta strengin. Já, Kanin gerir það. Hefur unnið í sundlaug? Já. Nei. Sko Þetta er orðið Það er 1-1 núna. Já. Akkur byrjar að vinna í sundlaug? Að því þurfti bara pening og það var í boði og allir vinni mínu voru að vinna og ég hugsaði, hei, vaktirna verður örgulega skemmtilega bara með allir vinni mínu. Ulli í sundlaug, Steinivek stig þar. Já, mann í sundlaug. Þú veist að ég er að hitta sundlaugaverðið reglulega. Já. Ángríns. Það hitta það. Er alltaf svona reunion hjá? Nei, ég bara er kannski í kringlunni og kemur einhver, herru, ég ætla að láta að vita, ég er sundlaugaverður. Við erum með að þeng, sko. En ekki planaðir hittingar. Nei, ekki planaðir, en þeir eru bara ekkert nógu glaðir við Egil, sko. Ég er talað vel allir sundlaugaverðir landsins, þú eru bara, sko,
þeir eru brjálæðir út Ég er að tala vel sundlaugaverði Nei, þú talar eins og þetta eina sem ég gerur sé bara bend og tipp Og núna varst að segja að Steindi byrjaði sem baðvörður var til að horfa á tits Máli er að ég er í Ég er ekki ágæðast Tölur henni íslu að líklega ástæði fyrir að voru að vinna Nei, ég er búin að segja Hann sagði að hann vildi hitta skemmtilegt Ég var að segja ástæðina Hitta skemmtilegt fólk Og ég var búinn 2 á daginn sem var helviti þægilegt sko Á launum til samt 4-5 Ég byrjaði á nóttinni, vaknaði áttu mæta 5 eða 6 eða eitthvað morgun að því að þú þarfst að mæta fyrir og það þarf að gera alls konar, það er svo mikið prepp áður en húsi opnar þannig að þú veist, ég var búinn 2 sem hendaði mér helviti vel sko. Þú ætlar að vinna með þetta í dag sko, því í dag er bara úlingur að vinna í sundlaug með Harry Laun en forstjóri Marel sko. Álur er veistlega að vera sundlaug Ég var að slegist að fá slott í sundlaug Málega, ég var á drullu fínum launum að það sko Já, þannig að þetta var ekkert út af þessu, en þú fekst stig Það er 1-1 Nei, en það var allir vinahópurinn var að vinna Hún er eiginlega hálnuð Hvort fílar er betur, það gellar nutta þig eða a man Ég myndi örgulega Akkur er þetta að meina bara kallaða kona Þú þarf ekkert að vera eitthvað gella Já, það er basically sem ég meinti Við höfum rætt þetta hérna Ég var kjósa Ég myndi maður myndi kjósa konu Lasinn En Steinþór? Já, ég myndi gera það líka Viljaði líka? Já, ég held það En svo náttúrulega getur þetta Ég hef gaman að því að real man Ég fór alltaf í sporthúsinu og var gæði sem heitir Hannes Mjög svona sterkur Já, það fyrir eftir hvort þú svo að fara í kósinutt þá myndi ég vilja að kona vera ef ég færi í sportsnutt þá myndi ég vilja hitt ef ég væri meittur og ætti að bara taka vel á mér Já, þá skiptir það 2-2, það eru 4 eftir Stóðstu upp og öskraðir eins og var að fagna marki í fótbollaleik þegar Skylakun opnaði þegar Skylakun leiði blöður frá sínum tím Það er bara að klára þessa spurninga fyrir Nei, ég gerði það ekki Sko, við erum hreinskilin núna Já, bara treystu mér Það var enginn sem hoppaði upp hérna og fór í kollís Ég hef bara einu sinni farið í Skylakun Ég veit ekki eins og hvort það var búin að leiða þetta þá eða ekki Ég hef farið einu sinni líka 2 ára jafnvel Það fórstum þú bara daginn Já, ég fórum daginn Þú farið eftir að þetta var leift Já En það var reyndar enginn allsberðarna að hlaupa um sko Það var bara nokkru túristar og hérna við fórum hérna bara 2-2, þetta verður ekki mikið meira spennandi Ég ætla nú bara Skylakun, við veist það bara var mjög huggulegt Ocean View Mér veist allt upp á 10 hjá þeim Ég væri til að setja 1 komment á það freka þreytt að geta keypt sér bara 3 bjóra því að það er mismunandi, hafið þetta í þú veist, með yfir kíló af fólki eða eitthvað, því að Junior getur alveg drukkið 12 bjóra þannig að hann vil sko. Svo er tæni glös líka Skylakun Ég drukkna ekki eftir það sko Það er að skeina það með það Já, kannski að skrúta upp í 6 bjóra 7-8 bjóra minimum 3 Nei, 6 bjóra bara fínt, þú veist, þú ert ekkert hvort þið er lengi á nóni og þið klukkutíma á nóni Ok, 3 eftir Þitt faglega mat, hversu mikill jölukall ertu? Skalar mitt í 10 7 blöð Stendi, smá svona winning spirit í því núna Já, ég bara Drept þú segir 3 Nei Ég bara, það vita ekkert allir neitt Ég sé einhver massur jöllu maður þetta er bara frá þér komið Þetta er skrýtnasta útvarp bara, og það er besta spurningakerti og bara ég er svona að reyna að svara heila selurnar sem er að hverfa núna En þú getur komist inn í líð núna Pælið í því, þú veist Pælið í því þegar þessi spurningkefni verið send á okkur eftir bara 5-6 ár 5-6 ár? Send bara í næstu viku með líður illa Ég er að segja það bara eftir líður okkur illa Það er gaman næstu árið fyrir að minna aftur Þessi er ekki síðan FNÍ blöður svona útastáttur sem eldist illa Ég ætla að segja það Það er bara hér með sagt Þessi þættir eldast bara illa Þú voru að svara Ég ætla að segja hérna mér líst bara ágætlega á svara þessu Ég ætla að segja 7 Það var ekki að náði stig með að segja bara 7-5 Já, ég er bara að gleyma að vera með keppni Mér líður bara svona eins og það sé bara að vera Það er engin bara svona böni yfir okkur og við þurfum bara svona að klára að svara þetta Áttu dans sem hefur þannig áhrif á konu að það er sturglast að vera í geðsræðing og lyfta upp bólnum hjá sér Nei Ég veit alveg hvert þú ert að fara en það hefur aldrei gerst að lyfta upp bólnum Núna og ég náttúrulega þú veist vantilega ekki einu svona með mig í huga Ég sé þegar að blöðarinn tekur Jackson og það er fullhöll Það fyrir alltaf hliðin Ekki ein manneski sem lyftu bólnu sínum sko. Heldur í alveg bara að það takki Jackson, það er bara svo Tom Jones sem mættur á sviðið sem bara verið að kasta nærbuxum Flesti segir hlægi og svona eins og svo er þetta eitthvað smá stemning Það er enginn að sína brjóst en það sé sko
sem var líka skrítið. Ok, sko Þetta geti endað, X í dag. Þú ert ekki með eitthvað svona dans, Þór? Er ekki komið neitt stig? Jú, 2-2 Nei, engin dans hérna sem gerir þetta að verkum. Mundur þú volta Hag 2 af vélmenni eða það verið hægt? Herru, þetta var bara flott hjá þér. Vá, þessi lítur að vera á varamannabæfnum lengi. Þú getur gefið lífið the door þá þarf ekki svona hitt að gæða þessi skutlar Þú ættir að vélmennu hindi, sko. Þessi kemur ekki eftir. Nei, þessi var ekki bara. Þetta er ekki seasonal keppni. Það er engin king of tits. Tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er þér að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Beðist afsökunar á síðustu spurningi kemni. Já, það er áriðan aftur. Eitthvað sem dóð þar en ég er bara ennþá svona að reyna að ná. Takkið frá 14. mars á næsta ári, þá kemur hún aftur. Það er náttúrulega ekki 14. mars aftur á föstudegi næst, er það ekki 13. Ég veit ekki, vinnar fyrir 957, Blondell. Það er ekki hlaupár. Það þá ekki að þessi föstudagur næst á 15. En drengir, við vorum að tala hérna í hlýi, það er Stutti Gunnar Nels maður. Vika. Hann er á laugardaginn núna eftir viku. Já. Og það verður aukaþáttur í blökastinu. Ég er helviti peppaði fyrir þessum barða. 13. mars næsti föstudagur, ekki 14. Er hann ekki að fara að kirkja hann á trúð? Sko, það verður risa UFC þáttur í blökastinu, aukaþáttur sem ég ætla að taka, ég er að finna núna einhverja sérfræðinga sem eru skemmtilegi með mér og við ætlum að ræða þetta fram og tilbaka en hann kemur í vikunni. Við þurfum að heyra hvað er bettið þarna og hvernig fyrir þetta Já, við förum yfir þetta algjörlega. Við fáum með dítila skýrslu frá það en skýrslu bara núna setur ykkur 40 sekundu er Gunnar Nelsson að fara að kirkja hann trúða? Já, ég væri til að sjá það og ég myndi vilja sjá það. Þá er ég mjög glaður. En sko það eru margir búin að eru strax farin að senda sko á mig hvenar bardaginn er. Það er alltaf stæðsta spurning. Er það ekki bara Hann er í London, þannig að þetta er ekki bara 8-9? Já sko, máli er að main cardið byrjar 8 og Gunni er þriðji síðasti bardaginn. Þannig að það er 2 eða 3 bardagar undan honum. 21-25 Ég myndi segja, já, það er mjög gott gísk. En ég myndi segja að fólk ætti að vera alveg komið í sófan bara klukkan 9 í allra síðasta lagi sko. Allra síðasta lagi, helst 8:30 sko. Við fyrir betur yfir það föstudaginn eftir viku því að, við erum með fullan bát hér eftir nákvæmlega viku. Það er hins vegar bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Þakkum fyrir hlustuna í góða helgi. Minnum á blökastið næsta þriðjudag. Er eitthvað sem þarf að bæta við þetta ekki? Það verðum allir lögðin í ammali til Rikka. Álfuru Álfur fyllir í þar. Ekki að spyrja út í helgina. Chelsea Arsenal á sunnudaginn. Svo er bara held ég ekki. Ég að skýta meina tíma samstrákar. Ég er ekki 9:30, ég er ekki viss sko. Ég myndi að segja að fólk ætti að vera alveg reddi að hann væri 9. Það var allir búin að stilla á þetta klukkan 8. Já, ég myndi að segja það. Þú veist þetta 100% líka næsta föstudag. Já, sjá, og eru náttúrulega bardaðar mislangir og svona undan og allt þetta. Ég veit að það er mjög sniðugt að vera bara snemmi í sófanum en Gunni er að fara að berjast og þetta er sko, það eru 2 ár síðan síðast. Þannig að þetta er líður alltaf langt á milli hún. En á móti, hann má ekki gleyma þess að vera. Hann er einn af þeim sem eru svona virkir í UFC. Hann er búin að vera manna lengst þarna. Ég man ekki hvernig hann byrja. Ég held að það er búin að vera, ég er líklegast að skýta þess á mig en mér langar að segja bara 15 ár bara eða eitthvað í UFC sko. En þú veist, hann er búin að vera svo lengi og hann er það og ástæðan fyrir að hann getur verið ennþá er að því að hann er bara búin að berjast. Hann hefur aldrei farið í 5 lótu geðsíki stríð sem tekur af þig mörg ár. Þú veist, sumir fara bara í 1-2 þannig barda og það er bara búið að hrinja af þér árin. Þannig að þú veist, hann er búin að fara rosa hratt í gegnum sína andstæðinga og berst ekki það ofta og svona. Hann er í topp standi, það verður geggjað að sjá hann. Hlakka til að sjá það, auka þáttur í næstu viku Gunnar Nels en eins og ég segi, góða helgi og heyrumst á þriðjudaginn, ef ekki á þriðjudaginn þá bara næsta föstudag. Takk fyrir í dag. FM 957